Ég smile. Ég held að ég sé á mute. Nú er ég á mute. Já, góðan daginn áhorfendur, góðu verið hjartalega verið velkomin með okkur í bogan á leik K.A. og Selfoss í áttalegustum Lengjubikars karla. Það eru það bil 5 mínútur í að leikurinn hefist, 4-5 mínútur. Liðin að gera sig klár, dómar Alexis klárir, Sigurleif Sigurðsson heiti ég og með mér í dag er bróður minn. Góðan daginn, Jón Heiðar Sigurðsson heiti ég. Við ætlum að lýsa þessu leik hérna með okkur á K.A. TV og vona þið hafi gagn og gaman af. Við ætlum að renna hérna við byrjunarliðin þegar aðeins nærtrefu leiknum. En skemmst er frá því að segja að K.A. er nýkomið heim úr æfingarferð frá Spáni, komið heim í gærkvöldi. Kaffibrúnir og sælistrákarnir. Já, það sem þeir, að sögn Túfa tóku 11 æfingar og 2 leiki á 8 dögum, þannig að menn hafa kannski oft verið ferskar í löpunum. En það ætti ekki að koma sög. Nei, strákarnir eru ferskir. Dómar Alexis í dag, Helgi Mikael Jónsson, einn okkar Jónasson, einn okkar efnilegustu dómurum. Og honum til aðstofar sjálfsögðu Eðvarsson, sem að maður stundum heldur að sé að fara að flytja lögheimili sitt hann á línun hinum megin. Og Ásgeir Þór Ásgeirsson, húsvíkingur knár. Jú, skáfrændi. Skáfrændi. Eftirlitsmaður í dag er pabbi. Já, hann faðir okkar sér þetta hlutverk í dag. Já. En við skulum renna yfir byrjunarliðin. Hjá Selfossi er Guðjón Orri Sigurjónsson í markinu, það eru leikmenn Andrew James Pugh fyrirliði, Giordano Pantano, Alfí Conte Lachelle, Ingi Rafn Ingibergsson, Þorsteinn Daniel Þorsteinsson, Kristinn Sölvi Sigurgeirsson, James Mock, Haukur Ingi Gunnarsson, Sindri Pálmarsson og Hafþór Þrastason, fyrir leikmaður K.A. Hjá K.A. stendur Srdjan Rajko í markinu, hægri bakverðir Hrannar Björn Steingrímsson, vinstri bakverðir Darko Bulatovic, miðverðir Guðmann Þórisson fyrirliði og Callum Williams. Á miðjunni eru þeir Alexander Trinsits og Arčen Kumu. Fyrir fram að þá eru svo húsvíkingarnir 2, Hallgrímur Steingrímsson, Ásgeir Sigurgeirsson og Almar Ormarsson og fremstur Elvar Árni Aðalsteinsson sem skoraði með 3 gegn Grindavík í æfingarleiknum á Spáni daginn. Það er sterkt byrjunarlið okkar í dag. Já, eins og oft áður. Hins vegar að sjálfsögðu skörðhöggvin í það, Steinþór Freyr Þorsteinsson er meiddur og Emil Lyng er ekki kominn til landsins ennþá, hann skrapp heim til Danmerkur að sækja búslóð. 2 sterkir póstar en liðið engu og síður vel uppsett í dag og ég er full að trúa þessu verkefni Túfa. Engin spurning, varamenn K.A. í dag eru Aron Dagur Birnuson, markvörður, aðrir varamenn eru Ólafur Aron Pétursson, Halldór Hermann Jónsson, Dagur Rúnar Bjarnason, Níkur Stýring fyrir meðslum sem og Halldór, Ívar Örn Árnason, Daniel Hafsteinsson og Bjarki Þór Viðarsson. Það lítur vel út. Lítur vel út, liðin að taka síðustu skipunum fyrir leik, gera sig klár. Andri Freyr Björgvinsson, myndatökumaður með meiru, er klár á kamerunni. Tæknimaður fyrstu 5 mínúturnar eru Pétur Heiðar Kristjánsson. Og síðan tekur gæðastjórinn Ágúst Stefánsson, herra K.A. TV við stjórninni. K.A. leik í hefðbundnum gulum búningum í dag, Sigurli. Já. Það er ekkert skemmur óvart þar. Nei, og Selfoss í sínum vínrauðu. Þetta er bara eins og á að vera. Allt eins og á að vera. Selfissingar, þeir fjölmennu ekki á völlina, þeir sé ekki flestir í Mosfellsbæ að hveita sitt lið í handboltanum. Jó. Fyrsta skiptið í úrslitakeppni í 20 ár þar. Það er spennandi að fylgjast með, sáleikur er beinn á RÚV mitt í kvöld. Jú, en ég sé þó að það eru komnir einhverjir 20-30 áhorfendur frá Selfossi hérna sem að munur örugglega láta vel í sér heyra í dag. Það er fjölmenni K.A. stúkunni líka. Það er gott, Jón.
Já, við heyrum hér í rödd raddarinnar. Ólafur Arnar Pálsson. Frábær Röddin. Og hann að fara yfir byrjunarliðin. Það styttist í þetta, styttist í kick-off. Sigurlega, við vinnum þennan leik, hvað býður okkar þá? Það býður okkar undanúrslitaleikur á fimmtudaginn, skírdag, sem verður á Akureyri. Og hann verður, ég er ekki hreinlega viss gegn hverjum hann verður, í eða Grindavík. Þannig að það verða gulir andstæðingar ef við vinnum. Og verður hann í boðinu með KF-millu? Það fer eftir veðurspáni. Ég finnst líklegt að við reynum að hafa hann á KF. Veðurspáin fyrir daginn í dag var ekkert sérstök, en hann hefði hæglega getað verið á KF þessi leikur. Enda veðrið á Akureyri með eindæmum gott í dag. Það var reyndar spáð meira frostið en spáin gekk ekki eftir. En við munum klárlega auglýsa það vel farið svo að við vinnum þennan leik og við spilum undanúrsta leik. Jæja, bæði liðin eru klár. Guðjón Orri, markmaður Selfyssinga, fær boltan í hendurnar frá Elvar Árna. Helgi Mikael, hann stillir headsetið og við bíðum eftir uppafsflautunum. Og leikurinn er hafinn. Það eru KF sem byrja með boltan og við byrjum á svo klassíska Dino-kerfi fyrir þá sem mun eftir því að það er sendt tilbaka á djúpa miðjumann og hann neglir honum í færa megin. Já, ég hef ekki oft séð þetta bera árangur sem er við en. Nei, þetta var oft líklegt þegar Dino var sjálfur á hægri kantinum. Já. En eina sem klikkaði á Dino, hann gæti ekki bæði fengið boltan sjálfur og sendt fram langan. Það var kerfi sér hanna fyrir hann. Já, sér hanna fyrir Dino. En það er Selfyssingar sem spila 4-4-2 eða 4-5-1 svipað leikir á KF-menn. Já, sýnist það að svipa okkur, 2 djúpir. Já. En það er spurning hvernig þessi leikur aftur að spilast, hvort Selfyssingar náttúrulega KF með fyrirfram eiga að vera sterkari og spurning hvort að við lendum í því að leiða þennan leik. En KF er strax búin að vinna boltan en það hættilega svæðið inn á. Reynir að tækla boltan en Guðjón Orri grípur inn í á réttri stundu. KF með pressa frekar hátt á völlum til að byrja með. Þeir fjóri fremstu eru alveg að elta Selfyssingarna aftur í öftustu víglínu. Og Selfyssingarnir ætla greinilega að reyna að spila út Hafþór. Meðan hérna fram á völlin halda honum niðri Selfyssingarnir. Boltinn kemur út hægra megin á Inga Rafn og Ingi upp á Mokk. Gaman svo Alexander kominn aftur í liðið eftir smá pásu. Já, hann alltaf spilaði síðast gegn Gróttu í Lengjubikarnum þar sem hann fekk rautt spjald og 3 leikja bann í kjölfarið. Þannig að hann hefur verið svolítið í æfingarleikjunum bara þess á milli. Hér er það Alfí Lachelle. KF-menn komast inn í þessi sendingu og Inga sem Selfyssingar eiga varman bekk á. Helgi stoppar tíman og leyfir Guðmann að reyma. Ótrúlegt að menn þurfa að reyma eftir 1 mínútu og 46 sekúndna leik, en það er bara svona. Ýmislegt getur gerst. Ýmislegt getur gerst. Hann hefur gleymt að setja tvöfaldan á fyrir þennan. Hann virðist einhver bölvu, við vandræðum með þetta, en þetta er komið. Selfyssingar taka innkastið, hann kemur á Lachelle í baráttunni með Archie, og Almar kemur til hjálpar og þetta innkast eiga Selfyssingar aftur, nánast sama stað. Það er Giordano Pantano sem tekur innkastið. Og Ingi Rafn kemst í þennan og Káa kemst á milli og þetta innkastið að KF-menn. Já, Halldór Mikael ekki í neinu á það. Nei, Halldór Mikael reynda bróðið Bass og Steinar Dragon. Já, þetta er ekki hann. Þetta er Helgi Mikael. Það er alltaf að kalla hann Halldór Mikael. Hrannar sem tekur innkastið fyrir KF. Kemur með hann langan upp á Elvar sem reyna að flikka honum áfram á Almar. Þetta er annað innkast sem KF eiga. Innkast leiksins orðin samtals 4. 2-2 í þeim. Já, það er gott að það er yfir innkastum. Elvar tilbaka á Alexander fær smá pressu og losar hann á Callum. Callum og Darko. Gaman að sjá Darko hann með slaka sendingu. En vinnur hann aftur. Aggressífur Darko hann bættu fyrir mistökinn. Boltinn aftur á ræk. Hann gerir vel að vinna hann aftur. Engin spurning, ég sem var að fara hrósunum að spennandi leikmaður, gaman að sjá hann í sumar, pepsdeildinni. Engin spurning. Alexander á Callum.
Karl reynir að finna Hallgrímur á minni, þetta voru selfissingu grimmari, Sindri nær honum. En Hallgrímur baráttunni og þetta yngast eða Selfoss. Það er hart barið, Selfyssingar gefa ekkert eftir, þeir pressa hátt upp og unnu boltan hana vel. Engin spurning, það er hægri bakkurinn Þorsteinn sem tekur yngastið og reynir að finna Hauk Inga Gunnarsson. Þetta komast káman á milli, Alexander út á Hallgrím, þetta er döpursending. Já, þetta er bara kæruleysið hjá okkur. Já, og þannig að rennu Darko, völlurinn var vel bleittur hérna, það sáu Röggi og Biggi Maru að bleita hann. Sjáum hérna, þjálfara Bjarna Jóhansson, fyrrum þjálfara Káa, kom í hús. Og Erlu Þorgrímsdóttir, Já. starfsmann mánaðarins í Káa, 12 mánuði í röð. Rækko með hann stuttan á Guðmann og Selfyssingarnir eru rólegir í pressunni, Guðmann kemur upp með boltan, kemur langan fram, þessi sending beint á Andy Pugh. Stór og stæðilegur þessi miðurur. Já, fyrirliði Selfyssinga, Almar í baráttunni. Andy Pugh heldur hreinlega bara áfram, kominn lengur en hann sennilega bjóst við að færi sjálfur. Kemur með fyrirgjöfina en Alexander kemst á milli og síðan Callum. Almar og Archie. Kæruleysið við Káamönnum hérna aftur. Já, engin spurning. Og nú eru sloppy sendingar hjá Káamönnum. Já. Þessi fer aftur fyrir og markspyrna frá marki Káa. Vantar upp á sendingarnar Káamönnum svona uppáðleiks. Já, það er kæruleysið á þessu sendingum og Selfyssingar eru að reyna að refsa, þeir eru grimmir. Rækko tekur svo góðan tími að finna góðan stað fyrir boltan. Kemur með hann langan, væntanlega miðar hérna á pönnuna á Alexander Trínsits. Svo tapaði síðast kallaði við 92. Þá í 7. flokk. Já, og hér kemur boltinn og allt svo upp í loftið og vinnur þennan beint á Hallgrím sem er að flikka honum Almar. Almar gerir vel að láta hann fara, kemur hann að Geira. Sendir hann aðeins fyrir aftan Ásgeir. Já, og þetta var Pantano sem komst inn á milli. Þetta lítur að vera beint að æfingasvæðinu, þessi markspyrna. Já. Hrannar tilbaka á Rækko og Rækko með sendingu á Callum. Og Callum með enninu döpursendinguna. Já, menn náttúrulega hitt upp á þurrum vellinum og svo er hann blödd fyrir núna, hann geti spilaði hraunni. Hann geti spilaði henni. Þeir eru Selfyssingar en Archie kemst inn í þennan á milli og finnur Almar í lappir. Og Almar út til vinstri á Hallgrím og kemur Darko í over lappið með honum. Hallgrímur kýs að nota hann ekki, allan ekki strax. Alexander gerir vel þarna. Já, Ásgeir, þetta er einhver loða klaugangur í Káamönnum, koma sendingum á samherja. Vantar aðeins upp á gæðin, sendingunum. Pantano með hann út til vinstra megin og Pugh. Og Hafþór. Hafþór geti orðið svona fínu félagsgeta kongur, hann spila með þó nokkur liðunum. Já, hann fer víða, drengurinn. Já, góð drengur. Já, sólið miðurur. Það eru Hafþór með sendingun út á Þorsteinn. Og Þorsteinn upp á Hauk. Nei, þetta er Ingi. Vel spilað hérna Selfyssingunni, Alexander kemst inn í sendinguna. Og finnur Darko með nóg pláss á kantinum, mikið pláss, hann er snöggur. Finnur Elvar í lappir, Elvar tekur á mótunum og inn á Darko aftur og Darko er snöggur en það er Andy Pugh líka. Þannig að Pugh kemst inn á milli og losar hann fram. Og Hafþór síðan missir hann út að einkast. Fínt upplöf hérna á Darko, duglegur. Kemur Darko með einkasti, kemur langt og fastir á teginn. Þetta er hotspinna. Já, flott einkasti Darko. Já, mjög fast. Þetta er grjótkastari, greinlega. Spurningum að fá hann í handboltaliði fyrir næsta öttur. Gæti fengið hann í hamrana þennan. Þú veit ekki það örfmöndu leikmönnum. Nei, ég segi það, hörgullega örfmöndu leikmönnum með hamranum. Já. Þetta er Gústi bróðinn og búinn að eitna sér hæra á stöðuna, þannig að Darko var að vinna vel fyrir hann að komast þangað. Já, það vinna allir hart fyrir sínum sett í hamranum, það er ekki spurning. Hér er Hallgrímur með hotspinnuna. Sjáum að vanta Kristoffer Pál Viðarsson er leikmannum Káa, hann er líka búinn að glíma smá hniðameysli. Káa fjölmenni í teiknumvölu, þeir allir í kringum markvörðinn. Já, þetta er æfingarsvæðinu vantilega líka. Káa er náttúrulega með frekar hávaxið lið, meðan Selfyssingar með frekar lágvaxið. Sjáum að Hafþór Þrastárson er að dekka Guðmann Þórisson. Hann töluverður hæðarmunur á þeim. Hann náði með Guðmanni niður einhvern meginn á þann, hann steinlá. Báðir F-fáingar. Hrannar með henni upp til línu og setur hann aftur inn á teginn. Þetta er vantilega einhver í Káa með rangstæð, þannig að þetta er bara aftur á Guðjón. Það var no nonsense hjá Hrannar að fekk hérna 3 menn í pressu. Já. Tók enga sénsa. Það var það Hafþór.
Og Pjú, nei. Þetta er hann Sindri. Pantano og Pjú. Hafþór. Þorsteinn. Inn á miðuna. Callum kemst inn í þennan. Nú veit að Káa með sótt hratt. Geiri kemur hlaupið inn fyrir þetta, en Geiri náttúrulega öskufljótur. Frábær sending hjá Hallgrími. Já, og Geiri þarf að klára þennan. Þessi er rétt framhjá. Þetta var fáránlega flott sending. Spurning hvort við fáum þetta endursýnt hjá. Já, Grímsið hefur vinnumann hérna og kemur utanfóta sendingu snuddu inn fyrir. Glæsileg sending. Já, og Geiri setur hann hárfínt framhjá. Hafþór gerir vel, hann er kominn pressun á bakið að gera og gerir það bara nógu vel til að Geiri setja hann rétt framhjá. Já, og nú koma Káman að pressa hátt. Það er líkt þeim möguleikum. Mjög tæpir að nefnst í línu, þannig að Guðjón þarf að setja hann út á kant. Það vinnur Hrannar að sjálfsögðu. Og það var Guðmann. Aftur á Rækó og kemur pressa á Rækó frá Lascelles. Nei, Rækó þarf að setja hann fram. Hrannar í baráttunni Pjú. Og Káin kast hjá Varmannberg Selfyssinga. Fyrsta alvöru færi leiksins. Engin spurning. Geiri náttúrulega, þetta er það sem við þurfum að nýta hjá Geiri í sumar. Hans hraði. Gríðarlega hraður leikmaður. Þetta er þriðja sendingin á Trinisic. Já. Sem rattar á Selfyssinga. Já, og þá komaði hratt. Lascelles gegn Guðmann. Setur hann inn fyrir og þetta verður Rækó vel og hotspinna. Já, grípur inn í á hárréttu stundu. Frábælega spilað á Selfyssingum þarna. Sjáum við í endursýningunni. Já, James Mock hann í hörkufæri. Klobbar Guðmann. Glæsilega út fyrir Rækó. Já. Bjarká fyrir sannarlega þarna. En Selfyssingar á hotspinnu. Þarna nagar Mock sem væntanlega í handabökkin að gera ekki betur. Já, engin spurning. Trinisic virðist smá ruggaður í þessum sendingum sínum. Þetta verður þriðja sendingi sem rattar á Selfyssinga. Þeir eru tveir hérna þegar Selfyssingur spurningu komið takkið á stutt. Já, þeir takkaði á stutt og kemur sendingin inn í. Og hann skallar Elvar Árni frá. Og Hallgrímur í pressun og þetta verður Pantano að setja bara upp beint. Nú svipar hann aðan, no nonsense. Nú er þetta sækja hratt. Já, Rækó með langan bolta með fram jörðinni. Frábær bolti á Sargent Rækó, þetta Rækó. Elli með tíma. Finnur Halmar á miðunni eða hvað, fastu bolti. En hann rattar á Hallgrím og Hallgrím rángstæður. Nákvæmlega minn eða það var svona alveg með þetta á henni. Já. Það er engin spurning. Það vantar ekki upp á hjá þetta. Skemmtir útsparki hjá Sargent Rækó, þetta Rækó. Já, þetta var bara Lítur að reyna þetta. teikna þetta aðeinkarsæðinu. Það er Pjú sem ætlar að taka spyrnuna. Miðjum aldrei mikið Selfyssinga. Kemur langur. Á Lascelles. Callum vinnur þennan. En Sindri vinnur seinni boltan. Bara Mock. Og þetta er Callum snegri en Ingi. Og upp á Elvar í lappir. Elvar finnur Alexander. Trinisic. Gert, Grímsi fær hann. Darko róar þetta niður. Leitar hann löngum, hætti við. Hallgrím í lappir, Archie dauða fyrir hérna hinum megin. Guðmann fær hann. Bæði Archie með sér til vinstri og Hrannar til hægri. Setur hann í lappirnar á Hrannari, Hrannar með pláss. Nú vantar bara að fylla á boxi, Geir kemur hlaupið. Hrannar reynir sendinguna en Selfyssingur komst á milli. Hallgrímur vinnur þennan mjög vel. Haukur Ingi að dútta um boltar á miðunni og það leyfir Grímssonum ekki. En Grímsi. Tvo í bakkinu. Já, vel gert hjá Hallgrími, finnur Framhjáðum öllum. Hrannar hægra megin, Hrannar með fyrirgjöf. En þetta er enginn á fjær. Þessi bolti hefði mátt vera betri hjá Fransa. Já, Elvar Árni hindis að tekur seinni boltan. Út á Darko. Darko og Alexander á miðunni, Alexander framleggjar hann Archie. Archie út á Hrannar aftur hægra megin, spurning hvort Hrannar fá annað tækifæri á fyrirgjöfinni. Setur hann stuttan á Ásgeir. Ásgeir með sendingu fyrir og þetta er Hallgrímur í teignum og þetta er hátt yfir markið. Já, Grímsi náði ekki að koma þessu skot á markið. Þetta er vel spilað hjá Hrannari og Ásgeiri. Já, Ásgeir er farin að nóg pláss. Flotta bolta. Skoppar hann aðeins fyrir Hallgrím sem að Setur hann hárfínt yfir. Hárfínt yfir. Vallamark.
Það er skemmtileg útvarstað hana. Pantano býður sér stuttan og káa með sofandi á verðinum í pressunni. Pantano kemur með hann langan hérna upp. Það er Lascelles. Pláss fyrir Lascelles. Já, Sindri. Haukur. Mokk. Gegn Archie, fyrir auðvitað fram í Archie en sendingin ekki nákvæm. Rækó. Veit ekki hvað hún tókar ekki með höndum kannski. Það er ekki Hallgrímur sem spotar Gæti að verið Grímsins pikka hann tilbaka. Rækó tók þetta hann enga sjansa. Það koma Selfyssingar upp vinstra megin. Ingi. Reynir fyrirgjöf, hún tekst, en hann er Guðmann, réttum á réttur stað. Hallgrímur, nei. Ásgeir. Skáfrændi. Okkur var berast upplýsingar, sko, Rækovic hefur lent í því að fá þessi markmannshendi svona við halva sendingu tilbaka og síðan þá hefur hann alltaf snert bolta með höndunum. Ekki nema þegar hann verið skot handstæðingarna. Já. Sem er mjög oft. Mjög oft. Frábær maður. Það var einmitt hans besti vinur sem tilkynnti með þetta. Ingi með hotsputuna, setur 2 hendur upp, það er eitthvað kerfi að fyrir í gang núna, sjáu þið. Kemur inn í miðantegin. Dæmt á Pjú hana. Helgi Mikael alveg viss í sinni sök. Halldór Mikael, Helgi Mikael. Já. Michael Painter. Ég trúi ekki að Halldór Mikael sé að horfa á þetta, þeir eru út í Barcelona held ég. Það er staðfest, já. Ég vil vel að heilsa þeim. Þeir eru fjölskyldu. Frábær fjölskylda. Þeir eru ná í Dragon heim. Þetta er frábærlega að spila hjá Geir og Hrannar hægra megin og þetta kemst Sindri inn í og pikkar í einn kass en K.A. Hún getur K.A. lyft liðinar fram völlin. 15 mínútur liðnara fyrir áleik. Staðan markalaus. K.A. búinn að fá ákjósalegt mark tækifæri. Og svo sömulegir Selfyssingar. Helgi rekur Hrannar aftar með innkastið. Það var Hrannar á Hallgrím. Þú snúningur á Grímsab. Já, mjög gott. Finnur Geir að hægra megin. Geir með kross beint í rassinn á Pantano. Pantano, þetta er hörku bakverðið, greinilega. Það múið standa sig ágætlega í dag. Sýnist fyrir Írisdóttir Elvar átt að vera að koma í sóknu að Gáa en Ragnar Baldvins hjálpar henn út af aftur. Ætla Ragnar með mánudagstíman í dag? Nei, Jói tekur hann. Ragnar kom í morgun og lyfti. Dugleg Ragnar. Hér er það Guðmann sem kemur í innkast í baráttunni við Lascelles. Og það er Pantano sem tekur innkastið. Káa með fallaðar tilbaka. Kemur innkastið og 2 í baráttunni, Ingi, Guðmann, Skatar og Alsson tilbaka. Callum finnur Rækó. Ég er mjög hrifinn að ég verið með einn örfund og nauti rétt ef þetta er bakvörð, nefn yfirri. Já. Þetta lukkar vel á velli. Það er hárrétt, 2 varnarmenn okkar örfættir og 2 réttvættir, þannig að... Gott jafnvægi á vörninni. Já. Elvar Árni. Sendur á sjálfan sig. Sendir Geir á Geira. Geir er að sleppa í gegn, Geir er með skot, en vel var hjá Guður sem heldur hann ekki og Almar ekki alveg nógu snöggur. Almar sýndist mér að vilja fá boltan frá Geira, en Geir ákvað að skjóta, ég held að sé alveg. Elvar Árni með skemmtilega sendingu hann á sjálfan sig. Finnur Geir inn fyrir og Geir náttúrulega nýtir allar sér hraða og kraft. Almar hana. Já, spurning hvort Almar hafi verið komin undan og hefði getað fengið sendinguna. En að sjálfsögðu er Geiri bara alveg sendur og tekur skotið. Það er sennilega herra til loftbólúsinu sem Selfoss sagði við því að Guðjón setti þennan beint upp í rafbittan í loftinu. Og þar á leiðandi innkast K.A. eiga. Kemur það Elvar Árni, nei, vittvist ekki innkast á Darko. Þetta er hárrétt hjá Helga Mikael. Já, það er hárrétt. Það skiptir ekki öllu, þetta eru stærstu mistökin sem að gera, þá erum við glaðir. Já. Þorsteinn innkasti, langan fram á Lascelles, en hann er Callum einfallega bara sterkari í loftinu. Hallgrímur inn á Geira, en Andi Pjú og Geir er alltaf upp í þennan og vinnur hann. Og á undan Þorsteini, kloppar hann á Almar, en Andi Pjú stígur á milli, gerir vel hann. Já, Grímsi fær hann. Já, K.A. ennþá í sókn. Hallgrímur á Almar. Almar með Darko vinstra megin, passa verið ekki rángstæður, hann er réttstæður. Erfið sending frá Almari. En skilar sér. Darko gerir frábælega hana. Þannig er Grímsi væntanlega að fara í bókina eða hvað. Var aðeins svo seinni þessa tæklingu á Inga. Hann er alls ekki sáttið við þennan tóm. Hans bróður sinn ekki gera neitt. Hrannar sennilega gæti ekki verið lengra frá þessu vellinum en bræður eru bræðum bestir. Jú. Við þekkjum það bræðir. Já. Svona svipaði þegar
Því var slátrað í Hamraleiknum á föstudaginn og ég ætlaði að fara inn og ráðast á manninn bara. Já, enda var það gróft brot, leikbrot. Hyggjum Pjú með spyrnuna. Alexander upp í loftið, en misjæknaði þennan. Haukur tekur þennan niður. Og Darko fær aukaspyrnu dæmd á sig. Já, þetta er nú sannlega rétt dómur. Já. Taka stutt, eða sérst taka hann tilbaka. Þorsteinn og Andi Pjú. Pjú með hann. Út á Pantano. Og Hrannar í hári pressu þarna. Nú er það Almar sem að leiði pressu káamanna. Hafþór. Leitar að lausum manni, kemur hann langan. Upp í hornið, það er Callum í baráttunni með Inga. Ingi á undan en skallar hann sjálfur út af Inga sem káa á. Vel gert hjá Callum hérna, já, ég er nokkuð plattaði hann, ég fær inn á bolta. Já. Vann þetta innkast. Darko, þetta er alveg hornamaður, hann er að stela metrum hann í innkastinu. Já. Þetta getur verið framtíð Hamrana. Engin spurning. Kemur langt innkast, en Þorsteinn skallaði þennan og nú er tími. Darko skallar hann síðan fram aftur og upp í loftið. Þetta innkast eiga Selfyssingar. Þorsteinn með innkastið. Darko undan. Og Lasjál heldur í leik. Callum losa fram upp í og þetta á Selfoss. Óþálega langt stutt í loft hérna. Já. Æja, hann ætlar að gera eitthvað langt innkast sínist mér. Hann er komin eitthvað lengst hérna, við sjáum hann ekki einu sinni. Andri með henni mynd. Já, og hann kemur langur hérna. Andi Pjú náttúrulega í teiknum en Darko skallar þetta frá. Elvar átni í baráttunni en Pantano skallar hann inn í aftur og Callum gerir vel. Callum Williams hann. Það var auðvitað leiðin var að skalla hann beint fram en hann skallar hann á Darko. Darko leitar hérna út til hægrið, frábær bolti á Hrannar. Ræsileg sem. Já, Hrannar tekur sér tíma, finnur Geir upp í hornið. Geir í baráttunni með Pantano, Geir með fyrirgjöf og Almar! Hittir hann ekki. Hittir hann illa og þetta er innkast í Selfyssingar. Mjög skemmtilega útsvar skyndir svona káa. Hrannar og Geir að vinna vel hér saman upp hægri kantinn. Geir með góða fyrirgjöf og Almar dauðafrýr. Hann á að gera betur, engin spurning. Nær ekki að koma skottir á markið. Káamenn hérna líklegri fyrstu 20 mínúturnar á leiknum. Já. Þorsteinn með innkasti, Káa er hátt upp millið. Og Alexander vinnur skallan, Hallgrímur heldur hann minna en Þorsteinn kemur í hennan og dundrar sér fram. Ruth von. Það er að Hrannar með hann og fær pressa á sig frá Kristinn Sölva Sigurgeirssyni og Rækó óþarflega tæpur þarna og Callum bjargar því sem bjarga verður en kemur hún mikið lengur en á Mokk og Mokk með fyrirgjöf og það er enginn. Hrannar virðist að fengi högg á andlitið þarna, kvenka sér og Helgi stoppa leikinn. Já. Þarna mátti litlu muna. Já, það er færi. Full litlu. Það er Rækó Vitsa. Full rólegur hann í eftir svílinu, betur fyrir komið ekki sökinn þetta skipti. Spurning hvort hann hafi nokkuð séð hann koma. Kristinn, ég trúi ekki öðru. Leikurinn hafinn aftur, Guðmann með boltan upp á Elvar. Og Hafþór sendir tilbaka á Guðjón. Almar í pressuna, Guðjón aftur á Pjú og það kemur Elvar. Það er ískaldir hérna í eftir svílinu. Já, láta enga bilbó á sig finna, Hafþór og Almar í baráttunni. Þetta verður Darko að vinna. Já. Callum vinnur kapphlaupi gegn Inga, setur hann upp á Almar sem er rétt stæður. Frábærlega gert. Gegn Hafþóri og plattar Hafþór. Tími fyrir fyrirgjöf og Elvar sem að setur hann framhjá, sneiðir hann framhjá. Það verður að tegja sig hans í knöttir. Já. Komum að sjá þetta hérna aftur, frábær pressaði kámunum og Almar rétt stæður. Leikur á Hafþór, flotta fyrirgjöf. Þetta er erfitt fyrir Elva. Erfiður skallabolti. Við sjáum að það er mikið álag á servötum hjá okkur frá Spáni, það er mikið að káa fólk á Spáni þessar myndir. Það er bæðið The Painter Family og svo Gilsarinn og fjölskylda líka. Já, þetta er. Ég ætla að vona að þau njóti vel. Jú. Snýst nefnilega að njóta. Góða kveðjur. Góða kveðjur. Ylhýrar. Ylhýrar. Guðjón hættur að sparka. Já, enda sett hennar bara beint upp í, Þorsteinn setur hennar fram, Alexander tappar ekki þessu skallabolta, Elvar í baráttunni Pjú, kassar hann á Almar. Elvari. Og Hafþór og Almar í hérna
Hafþór dettur hérna bara, en að Geiri bara meðan fer en skver út til vinstri á Hallgrím. Nú koma Káa með 3 á boxið, spurning hvort að Grímsi finni eitthvað með vinstri fóta sendingu og Selfossi koma þessi í burtu. Hann getur sett þennan, eða ekki? Jú, hann getur alveg skotið Alexander. Finnur Darko vinstra megin sem er rétt staður. Eddi, hann lætur ekki blata sig. Darko með fyrirgjöfum vinstri á Ásgeirsirinn, taka niður í teiknum, fekk ekki mikið tíma. Sindri hreinsa þennan fram en beint á Hallgrím. Nú getur hann sett hann, Óli. Grímsi með skot sem er framhjá. Til að reyna þetta, Hallgrímur hefur nú sett nokkur stórglæsileg mörkin hérna í bóðanum. Engin spurning. En þetta þessu færi, góður skotmaður. Skotmaður góður. Já, þetta er aðeins framhjá en einhver séu fín tilraun. Guðjón hlýtur að vera eitthvað meiddur, þetta er alltaf hálfsleysalegt að hann geti ekki sparkað fram. Já, og Þorsteinn með slaka spyrnu beint á Archie. Archie sterkur. Vinnur hérna baráttuna gegn Hauk og út til vinstri á Hallgrím. Hallgrím veit gegn Þorsteini. Reynir að taka hann á. Mokk kemur í hjálpina. Mokk í hjálpinni. Archie aftur. Darko kemur í ólappið. Finnur Alexander inn á miðunni. Alexander færa mæntalega við til hægra Hrannar, já. Hrannar einn gegn Kristinni. Kristni segir maður sennilega. Fyrst afsökun á þessu. Hrannar gerir mjög vel. Finnur Alexander úti. Alexander mæntalega reynir krossin eða hvað. Slakur kross en Ásgeir vinnur þennan boltinn í teiknum. Og Geiri býr sér til pláss. Fjöfum fyrirgjöf en varandi! Skallin er rétt framhjá. Skemmtilega útvægt að Káa. Æsilega gert að Geira. Maður hélt að væri búið þegar sendingin kom frá Alexander inn í, en Geiri gerði mjög vel að búist til pláss í tegnum. 1 gegn 2. Kefum fyrirgjöfuna. Kross að Geira. Já, engin spurning. Það er heldur þægilegt að vera með menn að Geira, menn senda bara eitthvað inn í og hann leipur alla bolt upp í. Það er bara svoleiðis. Þetta var til í liðlustu krossana og lítið út sem bestu krossana. Vel orðið komist, bróðir. Vel orðið komist. Það er Þorsteinn með markspyrnuna. Hún er hérna fram á Alexander. Alexander blokkaraður. Hann er ekki sáttur. Nei. Og Archie með tæklingu. Fer bara í boltan síns með nei. Helgi flautar og þá væntanlega fer hann í massan. Já. Já. Hárið rétt held ég fyrir Óli. Hann er alveg bara getur átt að leikinn halda áfram með ekki. Var ekki Mokk komin í ákveðsvönlega stöðu þarna? Jú, til hægra megin, það er spurning. En Archie er komin í bókina. Hérna nú, Óli, þetta er ákveðsvönlega staðið sögurspilna. Já, Þorsteinn hefur sýnt það markspyrnum og hann getur á spilnbóndalum. Já, flottur drengur. Já. Það var frábær undirbúrstíflun Þorsteinn. Hann slá Sigur Eyberg úr liðinu. Það er eitt sem ætlar að fá hann hérna í nær, Óli. Já. Kemur hérna inn á. Það er allt og nála Drækó. Allt og nála Drækó, Rækó Hansson að þennan. Og kastar á Hallgrím. Hallgrímur, það er blautu völlurinn. Þannig að finnur Darko í lappir. Darko og Elvar, tæp sending, en Elvar gerir vel. Og sjá Geira í hlaupinu. Þannig að Almar og Alexander. Alexander út á Hrannar. Hrannar með pláss. Nú 3 kámur á tegnum. Já, kemur fyrirgjöfin. Og Almar. Þetta er fínt bolti. Og Elvar. Og Guðjón. Það er erfitt fyrir Ella að ná krafti hérna eins og segja, hann var að tegja sér aftur í hann. Já. Spurning hvort að Geiri þetta við geta kallað á boltan og tekið í hann, við sjáum þetta aftur hérna. Almar gerir vel. Já. Boltinn kominn hérna yfir í vörslu Káa aftur. Rækó með hann í öfstu línu. Við sendinguna fram á Elvar átna sem bara til Hafþór. Hafþór stígur fram fyrir Elvar og gerir vel. Ingi reynir að ná honum og kemur Guðmann og fær pressu frá Lachelle. Með bolta aftur á Rækó. Alfí er duglegur hérna fremstur hjá Selfysingum. Mjög duglegur. Og hérna væntanlega bakhrinding eða hvað. Já. Dæmt á Hafþór. Andy Pugh biður samræmi í dómgæslunni. Þannig að Káa með augaspinnu á miðunni. Þarna hjá Helga Mikael. Já. Kallum stuttan á Archie. Archie fær manni sér strax, finnur Alexander í lappir. Alexander var pressur á Inga, hann hættir aldrei hann Ingi. En Alexander notar allar sem skrokkaðan til að stíga hann út. Og Alexander ennþá með hann. Finnur Ásgeir sem var líka til mikill pressur á Panellas. Já, Selfyssingar töluðu núna, þeir... Já, Kristinn og Lachelle. Guðmann stígur hann út. Káa með gera vel. Kallum, yfir á Darko. Darko og Kallum aftur. Alfjóli, hann er duglegur hjá Selfyssingum. Já, hlaupum mjög mikið. Elvar fær press í bakið, Archie með tíma. Kemur með krossin inn á Geira en Andy Pugh, nei, fyrirgefðu. Pantano, vandanavaxinn. Archie. Guðmann.
Guðmann horfir, sér Elvar í lappir, Elvar mikið tíma á miðjunni núna. Nó pláss hérna miðjunni fyrir Ella, með Almar hægra megin, Darko vinstra. Darko og Gríms út í vinstra megin. Til staða sem Grímsi kann vel að metta Óli. Já, kemur fyrirgjöfin á fjær, það er Geir í hlaupinu. Geir kemur aftur inn í, en það er Andy Pugh fyrstur á vettvang og setur þennan innkast sem að Hrannar Björn Steingrímsson býst vindilega við að taka. KM færðir hans að auka pressun á Selfyssinga og það fyrir að líta betur út sig KA. Já. Ná meiri völdum á leikinn. Hrannar. Innkastið á Almar, tekur hann niður. Gegn Pugh, Almar með fyrirgjöf á fjær, en þetta er væntanlega hotspinna. Nei, þetta er markspinna, hefur ekki náð að stýra honum út í teginn. Það er Þorsteinn sem tekur markspinnuna. Enn og aftur. Mikið álag á hægri löppinu á Þorsteinn í dag. Hann er vandanum vaxinn. Já, frábær markspinn. Beint á hausinu Alexander. Nei, Alexander missar þessu, Latchell fær hann. Alfí upp í hornið á Mokk, en það er Darko undan. Spurning hvort það skýlur honum ekki út það bara. Jú. Ekki eftir Darko. Já. Þorsteinn gefur skiparna á sína menn, snúa strax, láta hann sparka. Þorsteinn sannur leiðtogi í sínu liði. Þorsteinn, engin spurning. Fara tveir á Trinsis. Já, ég skil það vel. Pugh í barðunum Elvar, hvorur hittir boltan. Þannig að Sindri setur hann aftur á Þorsteinn sem sparkar hann fram. Það er Alfí í barðunum Callum á undan, Alexander fær þessu pressu. Það er aukaspyrnu. Selfyssingarnir ósáttir, vilja meina hann hafi farið bara í boltan. Mér sýndi svona fara í legginnast líka. Já. Það fannst Helga Mikael líka. Enda flautaðan. Já. Einstaklega flottu dómari. Það er sammála því. Það er næsti Jóa Valgeir sem getur verið. Næsti Jóa Valgeir? Það væri draumur í dós. Það er frábært fyrir knattspyrnuhreyfinguna. Darko með aukaspyrnuna. Það var kallað Inga heyrðist mér. Já. Meðan aftur á Callum, Darko úr aukaspyrnunni. Callum menn há hann upp, það er lítið hlaup, Hafþór einn og Auðun Sjó hana. Góngur ríki sínu. Kemur Almar í pressuna, Hafþór þarf að setja hennar langa fram með Alfí sem er í barðunni Callum. Callum notar smá hendur á hana en ekki dæmt. Frábærlega gert hjá Alfí. Já, nú er Hrannar í kapphlaupi við Kristinn, Hrannar á undan vel gert og setur hann á Guðmann. Guðmann á Callum. Callum á Hallgrím sem er að snúa og setur hann í hlaupið á Ella. Hafþór kemst á milli. Elvar tekur seinni boltann sjálfur og á markið með þetta drengur. En hann tekur Guðjón handsamar. Vandaði hans på kraftinn hérna Ella en einhver segir skemmtileg tilraun. Já. Það hefur verið flott að hann að fara inn. Þorsteinn fær hann hérna út í hægra megin. Kemur hann langan fram. Þar er Sindri, Haukur afsakið í kapphlaupi, Callum og Þorsteinn. En þarna er Hallgrímur undan, gerir vel. Og nú vantar hlaup. Elvar í lappir, setur hann inn á Almar en Hafþór les þetta. Og Almar pressar á hann og Darko kemur í pressuna síðan á Þorsteinn. Hann er bótt að vera að vinna. Já, KM er hátt uppi með liði núna. Elvar finnur Darko og Darko með fyrirgjöf, fasta fyrirgjöf og vel gert hjá Pugh. Já, Pugh stýrir þessum út. Ótrúlega skondi aðtök hana. Mokk gerir vel. Mokk gerir mjög vel. Já, en Guðmann á undan og Hrannar. Já, mikilvæg interception á Guðmanni hérna. Já, Archie lappir og Callum. Sér að Óli Alfí, hann er gríðarlega tölur hérna på topp hjá Mjög vinnusamur. Selfyssingum. Mjög vinnusamur. Guðmann stöðvar hinnlega bara boltan hérna, leitar að lausum manni. Finnur Elva sem fær smá tíma til að snúa en Hafþór er vinnusamur, kemur út miðvörðum og hirðir Elvar í boltan. Finnur Þorsteinn. Þorsteinn á Pugh eða hvað? Nei, alveg yfir á Pantano. Hafþór er duglegur. Mjög. Það verður ekki á hann að tekið. Kristinn. Pugh. Hafþór. Selfyssingar fá tími öftustu línu núna, KM er ekki að pressa Hafþór akkord þessu stundina. Þorsteinn. Æja, þeir komast á hvorki í Lundni Strönd. Ágætis fæsla á KA-liðinu. Pugh. Nú var það Geiri pressar. Og Elvar kemur með honum pressuna. Guðjón fær hann, sparkar fram.
Það er Kristinn og Hrannar í barðunni, Hrannar hefur betur. Það var alltaf skallið en við. Nei. Ótrúlegt. Ótrúlegt. Hrannar gerir vel, Kristinn. Hrannar kominn langt út úr stöðu núna, nú þarf einhver að bakka við Hrannar eða ekki. Trúnissi sem mættir í bakverði. Já, nú koma Selfyssingarnir, Ingi. Hallgrímur eldir, frábær. Frábær vinslega Hallgrími þarna. Já. Hann er ekki hættur. Nei, rennur til, Kristinn á Inga. Ingi snýr en Hrannar er kominn tilbaka. Og Alexander finnur Geir í lappin, nú koma Káa með 2 og 2 eða hvað. Geir í lappirnar á, finnur Ella í hlaupinu. Hafþór, Káa þetta innkast. Gætti Hafþóri. Liðin skiptast á að sækja núna. Já. Selfyssingar eru aðeins að gefa í svona síðustu 10 mínúturnar. 11 mínútur eftir að fyrir á leik. Hrannar tekur sér góðan tími að taka innkastið. En það búið að vera mikill sprettur á hann upp og niður á völlinn. Hrannar með innkastið á bróður sinn á miðjunni. Tveir í Grímsa. Þeir komast inn í, vilja Vaugsbyrnu fær ekki. Selfyssingarnir reyna að spila út úr þessu. En Hrannar er hreinlega búinn að vinna hann að bolta aftur, vel gert hjá Hrannar, vel gert. Archie fær tíma. Já. Snýr aftur inn í bakkan Archie. Gengur illa að fóta sig á blautugrassinu. Finnur Callum fyrir Alfí í pressuna. Alfí og Elvar. Elvar, góð hugsun að það hjá Kámanum með vantaði að klára upp á hlaupi. Guðjón og Pjú, boltinn í leik. Pjú reynir að finna Kristinn en Hrannar er bara á undan. Ópalega gert fyrir Hrannari. Hrannar er með Kristinn í vasanum. Ásgeir með fyrirgjöf, Elvar í baráttunni en það er ekki til boltans. Þorsteinn hleypur og heldur þessum inn á. Almar í pressunni. Góð pressa á Káman núna. Archie vinnur bolta, Grímsi skotfæri. Rennur og skýtur í rassin á Pjú. Það er Kristinn sem... Já, Alexander Trín sitt í baráttunni við Kristinn. Spilum hvort að Alexander brjóti. Hann er allan að viðurkenndi brot sem Helgi dæmir hér á. Og þeir takast hratt. Haukur. Það tölur við hraði leiknum núna. Já, líkil. Hraði Selfyssingar er reynilega keyrir upp hraðan hérna. Káa sækja Mokk fer auðveldlega fram með Darko þarna og komur á 1-0 á sjó. Fyrirgefur á stöðu, hún kemur hér. Og Rækó kýlir þarna frá, vel gert hjá Rækó. Selfyssingar fá seinni boltan. Haukur með skot sem er víðsfjarri. Mokk gerir vel þarna að fara fram með Darko. Við erum að ræða einhverjum orðaskiptum hérna við hann, Inga Rapp. Já. Það minna hann að ítt sér hérna á Rækó. Alls ekki sáttur. Það er lífið Selfyssingum. Já. Þeir kerði ekki alltaf sér vel en til að láta vallt yfir sig, það er alveg engin spurning. Þeir eru tilbúin í þetta stríð. Það er ástæð fyrir konur í áttalugustinn. Já, engin spurning. Rækó með markspyrnu frá marki Káa. Teiknar hennar væntanlega á pönnuna á Alexander. Rífandi stemning í húsinu. Beint á Darko þessi. Darko tekur með bakinu. Já, þetta er ný tækni. Og við vinnum innkastið. Sindri Pálmarsson mistir hann út af. Elli hefur viljað fá hann, nei. Það sjá að hver að róa hann yfir leikinn. Darko með langt innkast á Almar. Svo fæði Þorsteinn í pressuna en finnur Hallgrím og Hallgrímur reynir að þræða hann á Ella, gekk ekki. Mokk komst fyrir þennan. Já, og það er Ingi. Tilbaka á Sindra. Nú getur við vunnið boltan. Já, það gerir Elvar og Hallgrímur á sammenningu á húsískun sið. Tilbaka á Guðmann. Guðmann leitar að samherja, finnur Ásgeir, þetta er döp fyrir sendingu, nú vantar Guðmann í vörðina og komaði 2 og 2. Ásgeir eldir hins vegar Pantano uppi og vinnur boltan ólöglega að mati Helga. Þá er það rétt hjá þeim, honum. Helgi gerir ekki mistök. Hann gerir ekki mistök. Og þessa aukarsbyrnu ætla Sindri Pálmarsson að taka. Þeir henda Pjúin og teig, þannig að þessi á að koma inn í box. 8 mínútur eftir af, eða 7 rúmar af fyrir áleik. Hún kemur hér, hún er há og góð, Hrannar skalla frá. Beint í lappirnar hins vegar á Haug, en komast nú að Káa með vörð í sókn. Hallgrímur. Það mátt gefa stuttan bara, hann mátt taka erfiðasta sénsinn. Sem hefði verið flottast fyrir hann eða hefnast en. Engin spurning. Þetta var erfitt. Þetta innkast hins vegar vinnu Káa, Almar vinnur það mikill þrautsegjum. Hrannar með innkastið á Alexander á Hrannar aftur og Archie í lappir.
lítið sérst að Archie í leiknum. Hann er að vinna skítavinnuna. Já, hann gerir það sannlega. Darko. Tilbaka á Callum. Callum yfir á Guðmann. Við erum að hreyfa boltan aðeins ræða núna. Callum með hann. Darko kallar á hann. Þorsteinn stingur þetta við, virðist það var stíið hans og Elvar átna. Archie lappir. Archie á Guðmann. KM gengur illa að finna opnunum á Selfossliðinu akkurat á stundina. Guðmann með hann upp í hotn á Hrannar en þar er Pantano. Setur hann beint á Hrannar aftur. Og Hrannar með fyrirgjöf. Elvar í baráttunni við Guðjón og hleypur inn í hann hérna. Guðjón í lagi og Elvar líka. Guðjón vandanum vaxið vel gert í honum. Sjáum að hérna Hrannar reynir þessu sendingu, Elvar með gott hlaup. Guðjóni fyrir til boltans, vel gert á Guðjóni. Var hann Van der Sar hann vaxinn? Já, það var það. Það er Selfyssingar með boltan, Alfí á Mokk. Mokk kemur í overlappi. Já, nú koma Selfyssingar, þeir eru fjölmargir inn á teiknum. En þessi fyrir Callum beint í hendina á honum og vítaspyrna dæmd. Þetta er hárrétt. KM eru frekar ósattur og þetta er einhver að fara í bókina, væntanlega Hrannar eða Guðmann, ég veit ekki hvor. Við sáum þetta hérna. Þetta er sennilega bara hárrétti dómur. Hoppa beint upp í höndina og Guðmann maður aftan en ég held að sé lítið hann ætti að gera hann að dæma vítaspyrna á þetta, Óli. Já, allavega, já, það er engin spurning. Þetta er klár hendi, það er maður aftan við sem hefði náð til boltans ef hann er ekki fyrir höndina. Auðvitað þetta óvilja verk en algjör óhefni. Já, mikil óhefni þessu. Þessu verður ekki breytt núna. En við erum með besta markmann landsins í markinu, þannig að þetta er Rækko. það er Alfí allra punktinn. Alfí Gondela Helle frá. Hann er búinn að flottur í dag. Búinn duglegur og búinn að hlaupa mikið. Kannski er hann þreyttur, Óli. Já. Getur verið þreyttur. Þetta geta háð með vítaspyrnunni. Það geti gert það. Hann takkar hann með vinstri, örfættur. Hann var rétt eftir fyrstu 40 mínútur, hann ákveður að breyta til núna. Hann er fjölhæfur þessi leikmaður. Já, engin spurning. Það er engin spurning. Nefnir þessi svona Sævar Gíslason, hlaupi svona að taka inn innafótana hægri. Já, hér kemur spyrnan. Hún er örugg. Gríðarlega örugg. Rækko rétt á hótti samt. 1-0 fyrir Selfoss. Óþægilegur tími til að fá sér mark. Rétt fyrir áleik. Sennilega reyndar engin tími góð til að fá sér mark en. En 1-0 staðan. Þetta er vel gert hjá þeim. Rækko getur ekki værið þennan, þetta er gríðarlega öruggt við hjá honum. Það er nú verið að KM að keyra upp pressuna hérna síðustu 5 mínútur fyrir áleik. Þeir verða að gera sig í brók. Já, takka svo stuðinni í hálfleik. Það getur ekki verið sem var lagt upp með. Darko, Callum og Guðmann. Guðmann stígur upp. Með sendingu Alma, góð sending. Og Alma út á Hallgrím og Hallgrím með mikið pláss. Þegar boltan hratt hérna frá hægri. Það eru 4 KM konurinn í teginn. Og Archie fyrir utan. Finnur sendingun á Archie og Archie með skot en Pjú stígur fyrir. Frábærlega vörð hjá Pjú. En KM halda boltanu, Callum aftur á Hallgrím. Nú er Hallgrím með 2 með sér. 2 í honum. Það gerir Grímsi, snýr. Leitar á skotinu, finnur Archie. Archie. Hann kjötta hann. Á, kjötta hann. Hrannar með fyrirgjöfum vinstri, hún er góð. Og Geiri flikkar honum áfram hann. Þetta er aftur fyrir. Ágættir spýti þessu frá KM-unum. Já. Við ætlum að svara strax fyrir. Þorsteinn gefur sér góðan tími í markspyrnuna. Þannig að gríðarlega öruggur heim í dag. Selfoss að vilja fá hendi þarna. Já. Ekki dæmt. Selfoss getur takkt sér góðan tími í þetta, en það væntanlega fannir að bíða eftir hálfleiknum til að geta endurskipulagt sitt lið með fórustin 1-0. Þorsteinn með innkasti. Callum á undan Alfí eða hvað, já. Mokkar hins vegar reynir að koma við leik, gerir það. Og Alfí í baráttunni við Callum, en þess að tæklingu verður Guðmann að vinna. Gerir það sjálfsögðu. Kemur hins vegar ekki á samherja. Og Ingi fær aukaspyrnu dæmd á sig. Við litla hrifningu KM-manna. Já, það var ekki hrifnir. Helgi Mikael vissi sinni sög.
Fannst Archie keyra full harkalega í bakið á hann þarna. Og Ingi snöggur að taka hann. KM steinglimtur sér þarna á verðinum. Þetta var alveg, þessi hefði geta, þið sjáðu hérna Alfí dauðafrýr, bendir, hlaupur úr ránstöðinni. Boltinn hefði hugsanlega átt að fara á hann en það kemur annar í hlaupi þarna bakvið. Fann ekki verið pressun á baki. Það voru miðverið K.A. sofandi á verðinum. Já. Það var Rækó. Spiritunum haft fram, Elvar Árni í baráttunni, flikkar honum áfram en Hafþór tekur við þessum. Archie í baráttunni, kemur honum út til hægri og það Elvar grimmari. Og vel gert hjá Elvari, hrannar í hlaupinu, finnur hlaupið á Geira síðan, sendinguna. Geiri, reynir að taka Pantano á, vinnur hann, vel gert hjá Geira, tekur annan á. Og með fyrirgjöfuna, þetta Almar í dauðafæri! Almar Ormarsson, frábæra gert hjá Ásgeiri. Þetta Almar að fá sitt annað dauðafæri í leiknum, sannkallað dauðafæri, sjáum þetta hérna. Ásgeir gerir frábælega fyrir frammi á tveimur. Góðu bolti, Almar í aðeins svo neðalega fyrir hann en engu síður fjöruleg, hann hefði átt að gera betur hana. Klárlega. KM verði einfallega að nýta sér þessi færi ef við ætlum okkur að eiga leik á skýrdag. Rækó á Kallum. Kallum reynir þversending á Geira en beint á hausinn á Pantano. Og það var Kristinn sem reyna að taka niður. Og kemur langur bolti fram. Það Alfí náttúrulega manna duglegastur hann að Guðmann þar að losa þennan. Darko í baráttunni við Mokk. Og það eru 2 selfisíkar sem koma. Alexander, Mokk. Og Adnir Archie að fá seinna gula sennilega. Ég rekna með því að síðasta sem Archie gerir í þessum leik. Já. Almar hins vegar vinnur þessa tæklingu mjög vel. Eða hvað, Helgi hefði kannski spjaldað en ef hann hefði ekki beitt hagnaðinum Óli held ég að hann hefði átt að fá rauðaspjaldi. Sjáum bara hvað setur ef hann stoppar leikinn, setur hann út af. Það hugað á honum. Last call á hann. Ef ég væri Archie þá myndi ég komið sér lengst í burtu frá honum. Skiljanlega að gera selfisingandi mikið úr þessu vita Archie á spjaldi. Hann fer full harkalega í hann. Já, þetta grótarlegt brot. Hættulegt á gulu spjaldi. Skýr selfisinga vel að vera fúlir ef hann fær ekki seinna gula fyrir þetta. Já. En mér sýnist Helgi ekki ætla að gera það. Nei. En þetta Archie næsta brot hjá honum með sennilega seinna gula. Ég hugsa að þú hugsi þetta í hálfleik jafnvel. Já. Og þá flautar Helgi Mikael Jónasson til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir selfisingum og við fáum að sjá kannski marki hérna áður við förum í kaffi. Það kemur hér, það kom úr vítaspyrnu á 40. mínútu. Það var Alfí Lachelle sem skoraði það, Rækó rétt á hornið en spyrnan... Gríðarlega ekki Alfí. Já, först við fáum okkur kaffisopa, sjáumst þetta í 10 mínútur. Það gerir Ævar, hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinn og skorar 1-0 hér á 4.50 mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir K.A. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram K.A.menn, áfram K.A.menn, áfram K.A.menn.
viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA.
sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KM-menn, áfram KM-menn, áfram KM-menn. Áfram KM-menn, áfram KM-menn, áfram KM-menn. Við viljum sigur. Velkomin aftur að skjánum, kæru áhörundur. Seinni hálfleikur nýfara á stað, tvöföld skipti á K-liðinu. Út af fóru Guðmann Þórisson og Arjen Jankumu og inn á komu Davíð Rúnar Bjarnason og Ólafur Aron Pétursson. Fyrirmynda leikmaður Davíð Rúnar. Og Ólafur Aron. Já, fyrirmyndi fyrir yngri iðkvættuklúpsins. Hrannar vinnur baráttunum við Kristín innan strax. Hann hefur örugglega stungið við, hann hefur örugglega verið eitthvað hálft tæpur sjóli. Já, Guðmann bar sig ekki vel alveg hana. Nei, mér finnst það alveg ólíklegt að hann fær út af annars. En Já. Archie náttúrulega klárlega að fara út af vegna þess að hann var á spjaldi og Hann var á appelsingulu spjaldi. með alla sína sénsa. Ólafur Aron. Pantano, þið verið að afsaka okkur bræður. Við erum að kjamsa hérna á kleinum. Frábæra heimanbakkaða kleinur í hálfleik á KF. Ég er enda að geta sagt það, Egill Ármann, ég er ekki að borða kleinu, en sigurlegur af því. Enda, þú ert ekki búinn að taka æfingu treyning í dag, ég er búinn að því. Á rétt, Elva með boltan. Já, Geiri hlaupi. þeir koma 4 KF með 5 selfisingum. Geiri fer undir hægra megin. Með við framistöðu sóknarmannan í dag, þá er Geiri kannski akkurat maðurinn sem við viljum hafa í boltan. Hann er búinn að vera frábær. Óbeinn og skori ekki 2 mörk. Hann var hérna lengi með boltan. Geiri með fyrirgjöfina beint í bakki á Pantano, en Geiri að sjálfsögðu mætti til að vinna boltan aftur. Kemur hann með Elvar. Elvar í tegnum með 2 í sér. Elvar notar allar sinn skrokk. Frábælega gert við Elva. Mjög vel gert og inn í á Hallgrím sem skýrst, já! Almar Ormarsson með mark KM-manna. Við erum ekki lengi að svara þessi Óli. 1 mínúta og 40 sekundur búnar að setja á leik. Og við setjum stórsníkuna á Grímsa. Já, klárlega. Við dundur honum í stöngina. Frábæð þetta bara átt að Elvar átti gerði einstaklega vel Óli. Vann hérna boltan og einhvern veginn komst henni í gættum, hvað, 3-4 leikir? Ég ætla bara að rósa öllum sóknarmönnum KF fyrir þetta, því að Geiri náttúrulega byrjar þetta. Fáum kannski að sjá þetta aftur hérna. Geiri vinnur hérna ótrúlegan skallabolta á Elvar hérna með 3 í sér. Snýr á 1, snýr á 2 og snýr á 3. Fastu bolti fyrir hérna. Hallgrímur undan í stöngina og Almar átta sér fyrstur. Frábært, búið jafna þennan leik. Þetta var akkurat uppleikið að Túfa, hann hefur sættar okkur að byrja að pressa grimmt. Það er mjög gott að vera búinn að jafna þegar ekki búinn með kleinuna. Það er ákveðið gæðamerki. Strákvætti byrjaði á fullum krafti. Já. Ára Sindri út á Þorstein. Þorstein vissi ekki alveg hvað boltinn var, en kom honum hins vegar á samherjan. Ólafur Aron gerir vel. Finnur Almar á miðinu, nú koma KM-menn. Það er kraftur í KM-mennum. Geiri laus hægra megin. Almar setur hann inn að gera. Auðvitað. Geiri gegn Pantano, tekur hann á og skýtur. En þeir stíga fyrir. Gott vörð þarna hjá selfisingum. Þetta var Haukur Ingi sem komst fyrir boltan. Ekki Guðnason. Nei, ekki hann, nafni hans. Hann er heim. Þetta Geiri gerði vel að leika Pantano, en Haukur Ingi kom að fullið við verð þarna. Þessi er jafnvel legið. Ekki Guðnason samt. Nei, nafni hans. Það er hóspilnaði KM-mennum. Hallgrímur tekur hana, enn og aftur fjölmunum á markmanninn. Hávaxna leikmenn, Davíðurinn er mjög líklegur núna. Já, kemur sendingin hún og Geiri flikkar hún um Elvar. Sér náðu ekki til hans. Það var reyndið hérna, þetta var acrobatic move hjá Ella, en náðu ekki til knattarins. Áskil gerði vel, við fáum að sjá þetta hérna aftur. Jánum Ágústi, Geiri nikkar á Elli átti, ekki sensið þennan. Nei, því miður. Jóli byrjar á miklum krafti hér í síðarháleik og það er jákvætt. Það er mjög jákvætt. Selfisingarnir
Jóhann, þjálfari Selfyssinga, hefur sennilega kosið margt frekar en að fá sér mark strax 3,5 mínútu. Já, eins og menn sögðu það er aldrei gott að fá sér mark. Það er engin góð tími til Það er engin góð tími til þess, það var einhver vitum að þið sagði það á hann. Já. Hér það Selfyssingar. Gætlega gert hjá þeim, Davíð Rúnar. Aftur á Rajkovic. Davíð Rúnar er vandanum vaxinn. Rajko með langan fram. Við viljum frekar Rajko gera þetta heldur en að leikja sinna áðan. Hárrétt. Það er bara innkast. Þannig að Hafþór. Elli gerir vel. Frábært hjá Ella. Hann er í frí. Hver? Elli. Nei, páskafrí. Hann er í páskafrí. Frá vinnu sinni. Já. Hann er eitthvað svo út í dag. Hann er ekki í skóli. Það er mjög líklegt. Ella var átni íþróttakennari í Lundarskóla. Við kennarinn höfum það gott. Já, engin spurning. Það er langt innkast. Er þetta Þorsteinn? Þorsteinn. Hann tekur flest leikadri. Aukaspyrnur, markspyrnur, innkast. Þetta er ótrúlega leikmaður. Ótrúlega leikmaður. Callum í baráttunni við Pjú. Callum hefur betur og Alexander. Þetta skallar Kristinn. Hann reyndi að skalla hann. Reyndi að skalla hann. Náðum ekki alveg. Kemur langur bolti fram. Elli pressar Pantano. Sjá Geira. Hann Sjá. lagði á stað. Híenan. Híenan. Ef að Geiri færi að æfa frjálsíþróttu þá þurftu afreksmenn UFA að vara sig. Bolti fyrir uppi. Já. Já, Helgi flautar á þetta. Já, Kolbi þyrfti að vera var sig. Kolbeinn Höður. Já. Rajko setur hann beint í Jóhann Bjarnason. Þjálfara Selfoss. Allt annað sáttur. Allt annað sáttur. Darko. Með langt innkast, mjög langt innkast. Grótkastir, Selfyssingarnir 2 í þetta. Hafþór kemur hún frá. En Alexander er hann á þessu niður í leik. Elvar tekur hann með sér. Hún kemur Hrannar. Hrannar er hlaupinu. Með Geira með sér. Hrannar stoppa boltan. Með Ólafur Aron. Ólafur Aron með skot. Tilraun. Já, spyrtum að góður. Já, mjög. Það var erfitt, það var keiraði hratt. Heyrðu, Hjúrli. Davíð. Og Callum. Callum gerir vel. Callum. Og Hrannar mættur alla leið tilbaka en nær reyndar ekki að halda þessum inn á Ágústa Kristinsdóttir sem fær henni lappbetan hérna. Mæntilega fara á æfingu strax á leikarlokið. Leikmaður Þórskáa. Innkast Pantamo, Guardiano ætlar að taka. Ótrúlega að Þorsteinn skuli ekki koma hérna niður á vinstri vænginn til að taka innkasti. Já, frábær leikmaður Þorsteinn. Kristinn, Pantano, Ólafur Aron, gerir vel. Ólafur Aron, sonur Pétur Óla. Pétur Óla einn myndalegasti maður Káa. Já, mestasti kálfa Íslands. Hrikalega kálfa. Sjö, Óli, hver er mættur? Þorsteinn er mættur! Sjálfsögðu Þorsteinn. Alla leiðir á vinstri. Þorsteinn Daniel Þorsteinsson. Munið þetta rann, áhörðu góður. Ekki minnið. Ótrúlega leikmaður. Hann ætlar að taka innkasti, hann er komin eitthvað nánast inn í Hamar í tillöpunu sínu. Það kemur hér og það er Andi Pjú sem á að flikka og á vel gert hjá Káamönnum. Og nú geta Káamenn svo trætt, sérstaklega hérna. Darko fær inn lappir, stingur um að Grímsa. Og nú eru Káamenn 4 á móti 2. Nú verður að keyra. Já. Darko heldur áfram líka, það er Dark Horse. Og það er Grímsa komnum í samherja, næri ekki eða hvað, heldur sjálfur áfram. Þeir eru ennþá yfirtölu Káamenn, Darko með skot sem að Guðjón ver. Fast skot hjá Darko og þröngufæri. Það hefur gert betur hérna, en einhvers við fengum ágæðisfæri. Hallgrímur hérna náði að vinna boltan eftir slakkasendingu. Komum á Darko, sem var í alltilega færi, erfitt, fáir sendinga möguleika, fínt að skjóta bara. Já, ekki það þessu. Næja, besti spinnum af landsliðsundi býr sér að taka þesta hotn. Ólafur Aron Pétursson, ótrúlega löpp á drengnum. Já. Enda svona Pétur Sola. Eitthvað hafa þessi kálvar að segja. Það er ekki spurning. Hér kemur spyrnan frá Ólafur Aroni. Og Andi Pjú skattar þetta frá. Á Inga. Fyrir Pjúarinn. Já. Hann er á við 2 það inn í tegnum. Ólafur Aron. Hann sér Elvar. Kemur hann langar á fjær. Recognize it. Ólafur Aron Pétursson, hvað sagði ég? Því líka lapp á piltinn. Hann teiknaði hérna á pöruna á Elvar. Já, hann sá Elli var búinn að hanga hérna. Hann lúrði á fjárhóli, hann lúrði. Þú varst búinn að kalla þetta, bróðir sæll. Þú varst búinn að kalla þetta. Ég er reyndar aldrei getað að senda þessa sendingu, en ég hef búinn að sjá hann. Sjáum þetta hér aftur. Elvar er svo frýr á fjær, hann er ekki eins og í mynd. Já, Darko finnur hérna Ólafur Aron. Og Elli er alveg einn á auðum sjó og gerir einstaklega vel. Er einlega gleym honum. Já. 2-1. Ekki eins og andri myndatökum að vera með hann í mynd, þetta var... Þráttur að vera þetta okkar færustu myndtökum hannum. Já, einn okkar allra besti. 2-1 Káa.
Það lítur betur út hóli, 8 mínútur búnar að seinna hálfleik og KM konur 2 mörk. Það virkilega jákvætt. Mér hefði ekki órað fyrir þessi mínu viltustu draum. Nei, það einhver byrjað með vikingaklappi niðri, það jákvætt. Ég sá að Alexander aldrei út. Ég sá reyndar að Friðgeir Bergsist var í stúkunni, spurði hvað það sé að hlaði vikingaklappi. Já, þetta eitthvað sem aldrei eftir að degja út. Stuðningsmaður Íslands. Hér Þorsteinn, við sendum ykkur Alfí. Alfí gerir vel. Já. Skulum á Sindra. Kristinn. Ólafur Aron. Lætur vel finna fyrir sér. Já. Kristinn þarf að standa þetta af sér. Sindri með sendingu. Ekki góð. Nei. Spurning hvort það sé að vera að safna skotum á markið. Sæðist þér Rækó handsamaði þennan. Hann Ágúst skráir þetta ekki sem skot. Nei. Þetta fer ekki í tölfræðina. Rækó með sendingu upp í. Rækó, maður sem hannaði bóðan, setur hann upp í. Já, náttúrulega nýkomin aðeins að fyrir á Spáni, það er ekkert loft á Spáni. Nefnum bara andrúmsloftið. Það verður að vera róli. Inga sem Selfyssingar eiga. Þetta ætli Þorsteinn taki það ekki? Jó, mér finnst það mjög líklegt. Það er allavega Mokk sem sækir boltann. Og hérna er Alfí í baráttunni 2. Gerir vel Alfí, ég er mjög hrifinn á þessu leikmanni. Kemur reyndar ekki af Samherja. Það gerir Ásgeir reyndar ekki heldur. Innkast á miðjum vellinum sem Selfoss á. Það er skrýtni sending að gera. Já. Það er Ólafur Aron í baráttunni við Sindra á miðjunni. Alexander, Trinsits. Væntanlega Ingi vinnur hennar bolta. Alfí með skottilraun sem er væntanlega fyrir varnarmann og hornspyrna. Rauðborgskveða frá Bandaríkjónum, Karolínu fylki. Já. Það er rokkamaður Artur. Það var ekki bara Bandaríkin sendu kveð, það voru líka Ísafirðir, við biðum að heilsa þangað líka. Hotspinna, Selfyssingar eiga. Já. Það hlýtur að vera Þorsteinn, aðrir eru í bóksinu. Kemur spyrnaðan. Og það er Alexander í baráttunni, Davíð Rúnar í kapphlaup við Andi Pjú. Davíð hann gerir vel, einstaklega vel. Ekkert næmt. Og Andi Pjú mjög grimmur. Og káa með innkast. Og Andi Pjú þarf að hlaupa langa vega leið tilbaka í vörðina. Hrannar tekur innkast fyrir káa. Djúft á eiginvallarhelming. Hrannar kastar honum að ella. En þetta skallar Pantano fram út. Mjög nettur, Pantano. Já, sammála. Hrannar aftur með innkasti. Atsó í baráttunni, Alexander hann í baráttunni við Mokk. Og síðan Hallgrímur. Og Hallgrímur vinnur boltan. Frábærlega gert og keyrir þau hratt, Darko upp kantinn. Já, Balkanskæinn. Rosalega duglegur Darko. Já, mjög. Kemur fasta fyrirgjöf. Aðeins svo innarlega fyrir KM-menn. En Ásgeir er ekki hættur Jón, sjáðu. Frábær tækling og vinnur innkastið. Glæsilega gert að gera. Þvílíkur maður. Ótrúlegur Ásgeir sé ekki svo. Sjáu þetta, hann hættir aldrei. Hann hættir aldrei. Ég vil að segja, þetta vinnur bara gamminn í 5. tímann í síðasta. Þessi gæi er æðislegur. Það er Hrannar sem ætlar að kasta inn. Ásgeir kemur til hans. Setur hann Ásgeir á Hrannar aftur. Hrannar missar hann aðeins langt frá sér en það er að potrum út á Ólafur Aron. Ólafur Aron með sendinguna. Og þetta er... Já. Og Hrannar fær hann aftur seinniboltann. Með vinstrulöppina hætti við skotið. Alexander hætti líka við skotið. Kemur hann á Hallgrím. Hallgrím með mann í bakkinu. Spurning hvort þurfa að leita. Já, leitar út til vinstra Darko. Darko hann í smá vandræðum. Já, Darko gegn Mokk. Darko út á Hallgrím aftur. Hallgrímur gegn Sindra. Það er plássið sem Ólafur Aron með fyrir utanhóli. Já, hann pottar hann og nú getur Ólafur Aron skotið. Og með vinstri. Beint í Hafþór Þrastason. Og Alexander með skemmtilega tæklingu að einu Hallgrím. Áfæðlega gettu Tríðisitt. Já, og Hallgrímur. Já. Þvílíkt mark. Þetta var glæsileg. Og Selfyssingar eru ennþá að kvarti við tæklingur hans Atsó. Já, hann líka, Alexander fór og kisti mannin sem hann tæklaði. Já. Fallega gert hjá Alexander. Eindæmi góður maður. Káalið að spila frábærlega upphafið seinni hálfleiks. Hér sjáum við tæklinguna hjá Atsó, hún er mjög góð. Hallgrímur snýr á einn og skotið hárnægkvæmt. Snýr á einn og hann snýr á annan. Hann snýr á einn og annan.
Það var frábærlega gert, góð barátta þarna á Trínisits. Og nú mundar Anna Birna karamellupokar að vara með bekknum. Það sem ég væri til að vera bekknum með Káa. Já. Það geti farið að gerast. Já, ef þú heldur áfram þinni framistu í hátíðisboltanum þá aldrei að vita. Það er aldrei að vita. Álið, þetta er allt annað sjá til Káa-liðsins núna, fyrstu í 14 mínúturnar. Við erum búin að setja 3 mörk. Svona á þetta að vera. Ólafur Aron búinn að vera einstaklega flottur sem hann kom inn á, Óli. Mjög flottur. Og hann finnur Geira. Geiri hefur hann á ferðinni, Pantano, ég full að trúa því. Konu 2 á Geira. Geiri leitar inn á Ella. Þetta er skemmtileg hugsun en Pjú vandar á vaxinn. Og áfram pressar Ásgeir og þetta er Hrannar. Hansi minn. Hrannar reynir að fara fram í Pjú en aftur Pjú vandar á vaxinn. Sjáðu, Geiri er ennþá að elta boltann, sjáðu þið. Þvílíkur maður. Darko vinnur hann að höfðu, hann er að pressa hátt. Selfyssingum gengur illa að koma bolt með spil. Þannig Guðjón þarf að grípa inn í. Og hver var það sem elti boltaninn? Það var Geiri. Jú, ótrúlegur. Kemur Hallgrímur í pressuna. Þetta verður ekki verið gott. Við fáum aukaspyrnuna. Já, og Þorsteinn svellar að taka hana. Þorsteinn, þetta er ótrúlega gæi. Ótrúlega gæi. Hættir við og lætur Ólafur að fá hann. Nei. Hallgrím. Sjá, hlaupið á Darko. Æja, hætta við. Still upp. Setjum svona stóru menn ekki inn á teig eða hvað. Jú, kemur Kallum skokkandi. Davíð Rúnar nennir ekki að fara inn í fyrir hennan. Davíð nennir bara að fara fram í að pestildinni byrjuð. Þá veit hann setja hann. Hann spara mörkin. Fyrirmyndaleikmaður. Darko ætlar að taka þennan með sínu vinstri fæti. Skrúar hann væntanlega út í teginn. Og það er Geir á fjær en Pantano skallar hann frá. Almar hýrur seinni boltann með tíma. Hvað gerir Almar? Almar út á Davíð Rúnar. Davíð tilbaka á Hrannar. Hrannar allar leiðast á Rækó. Nú stillir Káa liðið upp. Alfí í pressuna. Rækó sér eitthvað þarna sem kannski einhver aðri sjá ekki. En nú stillir Káa liðið upp. Leifir Selfyssingum að vera boltann í efstu línu. Aðeins minkað slaknað á pressunni á Káa núna eftir að vera konur í 3-1. Hafþór með boltan á Pjúf. Andrew James, Pjúf. Pjú og Hafþór. Hafþór leitar lausum manni, finnur Inga. Og Ingi á Sindra. Sindri tilbaka á Hafþór. Við vinnum boltan. Hallgrímur með hann. Þau fram hjá einum. Þó ekki alveg. Það var vel gert þarna á honum með Hauki. Hann hætti ekki og hann vel tilbaka. Já, hár rétt. Haukur fær hann hérna aftur. En Ólafur Aron brýtur. Hár rétt. Stöðubrott. Já, það er skipting. Tvöföld. Sýnist mér. Já. Og eitthvað verður að gera Selfyssingar. Þeir eru búin að vera á hælunum í síðara hálfleik, Óli. Það er ekki spurning. Hár rétt. Sindri Pálmarsson er að fara út af. Leikmaður nr. 20. Jón bróður höfum svolítið rugla honum og Hauk samverðina miðinni báði ljósærir. Já, kannski að Haukur færi bara út af líka. Já, nei, Kristinn Sölvi fer út af líka. Hann lítið búið sjálfstjórn hans í síðara hálfleik. Þetta eru leikmaður nr. 13, Kristinn Sölvi Sigurgeirsson og leikmaður nr. 20, Sindri Pálmarsson sem fer út af. Og inn ára koma leikmaður nr. 3, Gylfi Dagur Leifsson og... Er þetta ekki Arnór Ingi? Hún er að koma inn á líka. Það er frábært að svo væri. Já, það væri mjög... Nei. Þetta er Ásgrímur Þór Bjarnason. Þeir eru líkir, félagarnir. Mjög líkir. Almar búinn að vinna boltann og hann Hallgrímur sem keyrir, fær mann í bakki og aukaspyrnu. Káa menn taka þetta stutt, Hallgrímur gegn Hauk. Hann renn það með boltan Grímsi, Ólafur Aron færa hann. Settur hann í lappir á Kallum í öftstilínu, Alfí hleypur ennþá. Þeir eru gríðarlega framala. Það er mjög hátt uppi núna. 3 miðjumenn að sækja boltan og hafa bakverðin uppi, bæði Hrannar og Darko. Já, Grímsi detturinn stendur upp aftur. Þetta við séum oft áður. Og nú fara hann aukaspyrnuna. Já, nú skorar hann. Já, ég held að Ólafur Aron taki þessa. Heldur að Grímsi leifa hann það hann fiskar, er ekki fiskatekur? Er svo regla hættið það? Heyrðu, Helgi er að nota spreyið á gerðugrassi. Þetta er röggvandi vitið þetta. Já, það byggir marr. Ha? Það er nokkar sem gera tilkattóli, Alexander virðist til að stilla þessu upp. Já. Hallgrímur er farinn, það er leitir. Já, Alexander ætlar að taka við
munum eftir frægri spyrnu gegn Leikni Fáskrúðsfirði sem hún var reyndar aðeins lengra frá held ég. Já, Ólar Aron skoraði hann hérna daginn Já, í einhver leik sem ég horfði á. Og hann skoraði nú móti FH í Akrandsvöllin í Lengjubikarnum líka. Já, hann er með frábæra löp. Ég hef sagt þetta síðan að koma inn á. Þetta er einn besti spyrnumæður landsins. Já. Engin spurning. Ég skal lofa því að þeir eru að rífast ekki rífast, þeir eru að rökraða hvor á að taka spyrnuna. Þeim báðan langar að taka hana. Ég myndi ekki þóra að rífast í Trinnisits. Það var fastur en vel var ég á Guðjóni. Já, það var bara gert. Já, þetta var skemmtileg reynsluspyrna hjá Matsó. Geiri sjálfsögðu mættur og fær enda brott á sig. Ásgrímur Þór Bjarnason. Það er erfitt að, já, ég sjáum þetta aftur hérna hjá Trinnisits. Það er erfitt að skamma fyrir að taka þessa spyrnu ef hann spyrnir nú svona vel. Þetta var hörku spyrna hjá honum, Óli, og Já, ég ætla mjög föst. Já, engin spurning. Þeir eru eins og segja, þeir eru báðir spyrnumenn góðir. Þeir eru ólíkir spyrnumenn. Mjög ólíkir. Ólafur Aron er að snudda honum upp í skeytinu en Atsson notar kraftinn. Það er kraftur í þessu hjá Atsson. Ásgrímur og Atsson vinnur boltan af Alfí. Finnir samherja, Elvar í lappir. Elvar með Almar í laupi. Frábær sending. Sjá, Hafþór Óli, hann er duglegur. Hafþór er tveggja manna makk hérna í vörðinni. Alexander í baráttunni með Ásgrím. Tekur hann á öxlina. Já, og Elvar í baráttunni tapar þessu en Ásgeir er búinn að vinna boltan. Og Ásgeirinn og Elvar, skemmtilegt spil í Húsvíkingunum. Andi Pjú í baráttunni, taklar nú tafa hotspinna sem KM eiga á Stóra-Hellum stað. Vel getur Pjú. Já. Elli hérna duglegur. Bjarki Þór er að gera sig kláran og koma inn á Bjarki Þór Viðarsson. Það er ómögulegt að segja eitthvað fyrir út af. Bjarki er einn sem mun ekkert að spila alla stöður. Já, Guðlaður reyndar að veiða að Rækko fær ekki út af. Já, góð punktur. Þannig að það eru 10 aðrir sem komið til greina. Það eru 10 aðrir sem komið til greina. Darko tekur þetta hotn. Já. Þetta er innsvingi svo kallar sem við erum að leita eftir. Jep. Enda hlöðum við mönnum inn í marktegin. Færri en áður samt. Já. Menn vilja svolítið koma að ferðin einhverjir. Já. Þeir taka gömlu góðu lestin út í teiknum sjáðu þið. Fer hann á stað. Spyrnaðan. Og hún er á hausinn á Elvari. Nei! Callum Williams í dauðafæri. Já. Sannkallað dauðafæri. Elvar Kámar halda pressinu áfram. Já. Elvar var þarna með fínan skalla. Grísi missi knöttin og nú geta Selfyssingar kert rætt. Kemur tækling frá Callum. Halldór Mikaelsson ekkert aðteklar þetta. Nei, Helgi Mikael mennur þau. Já. Það var Callum og Rækko aftur. Og Rækko tekur sér tími í þetta. Slögspinna fyrir Rækko en Geiri vinnur hann. Nú fær Davíð press á sig. Davíð stígur bara upp með Alfí í bakkinu. Ætlaði þetta einn hlaupið á Geiri þarna. Geiri er búinn að hlaupa mikið. Geiri er búinn að hlaupa mjög mikið. Já, fáum að sjá færi aftur hérna. Ágústi með það. Kemur hotspinnan frá Darko. Hún er mjög góð á pönnun á Ella. Hún gerir vel. Callum næri ekki að stýra honum hann inn þegar hann varði þetta síndist með Guðjón. Já. Vel gert við Guðjóni. Það er annar leikmaður hjá K.A. að gera sér kláran að koma inn á. Það er Halldór Hermann Jónsson. Það er gaman að sjá Dóra. Maður hefur ekkert síðan spila lengi. Hann er búinn að vera eigað meiðslastríða. Já. Eins með Davíð Rúnar. Fengu báðir svona fyrstu mínútu frá bara í desember og janúar út á Spáni gegn Grindavík. Já. Mikilvægt fyrir okkur að fá það heila fyrir sumarið. Engin spurning. Hafþór aftur á Guðjón og Guðjón með slagsendingu. Já. Nei. Geir og Almar. Og svo hlaupið á Hrannari. Gert hjá Almar Ormasinni. Já. Hrannar gegn Pantano. Út á Trinsic. Trinsic færir hann yfir á Ólafur Aron. Ólafur Aron. Slagsendingu beint í Hauk. Þá sækja Hrattóli. Já. Mokk. Upp kantinn gegn Karl. Aron Péturs vinnur vel. Já. Davíð Rúnar, Mokk er ennþá með hann. Mokk er setur hann yfir frábært hjá Callum. Ingi með skotið. Og Davíð mættur. Þarna máttu nú litlu muna. Já. Það var vel gert á Selfyssingu. Þeir sóttu hratt þarna og bara mjög vel. En KM er með boltan núna. Já. Grímsi aðeins svo lengi að þessu. Fær svo Inga. Færið á Selfossi einstaklega vel gert á Mokk. Davíð tæklar. Mokk gerir mjög vel. Callum leysar hérna og svo skotið. Davíð mættu fyrir. Mér sýnir nú Rækko alveg vera með þetta en engu síður gott interception á Davíð Rúnar. Þetta var hættuleg sendingi á Aroli hérna sem við setnaðist. Já, ekki staðurinn til að tappa boltanum. Alexander ætlar að taka þess betur. Ég efast að reyna í skoti núna en nú komum við ekki bara með hann stuttan á Frimma. Nei, kemur hann stuttan á Callum. Callum og Davíð. Davíð og Alexander sem hefur tíma. Kemur pressa núna og Callum aftur í lappi. KM er ekkert að flýta sér. Hann tekir náttúrulega til. Nei, Callum og Elvar. Öll völd á leiknum eins og staðan er. En þetta er snögt að gera, við sáum það á hann hjá Selfyssingu. Þeir geta sótt hratt. Haukur, potar honum út á Mokk en Mokk nær ekki til hans. Eðvar virðist ekkert vera að gera sig tilbúin fyrir skiptingu. Nei, þeir bíða með þetta. Já. Nú kallar Túf á þetta.
Þessi klassika 70. mínúta. Jó. Davíð á Alexander Drinčić. Og upp á Hrannar. Og Ásgeir. Gegn Pantano. Óbein. Gott hlaupur Hrannar hérna. Já. Og Flott vörð til Pantano. Pantano gæti ekkert gert þegar hann setið líka. Þá kemur skiptingin. Bjarki Þór Viðarsson og Halldór Hermann Jónsson að koma inn á. Almar og Ásgeir Sigurgeirsson að koma með þetta. Duglegir. Báðir búin að hlaupa mikið í svo leik og unni fyrir sínu. Almar var að skora gott mark líka. Fekk 2 mjög góð færi fyrra á leik og náði ekki að gera sér mat úr þeim og síðan skora hann með vinstri á hann. Einstaklega vel gert. Þá má reikna með því að Halldór Hermann kom inn á miðsvæða sem Almar er búin að vera kannski fremstur á miðinni og Ásgeir Sigurgeirsson. Jú, við fáum að sjá markið hérna segir teknistjórinn frá Almari. Ásgeir Sigurgeirsson var á hægri kanti þannig að Bjarki kemur sannlega bara hreint og beint á hægri kantinn. Sjáum þetta einstaklega góð barátta hjá Ella. Fasta fyrirgjöf, Hallgrímur skýtur í stöngina og Almar, já, það er erfitt að klikka þessu, en það er mjög erfitt að klikka þessu. Og það eiga það bróðir að það er bara staðrind. Það er bara staðrind. Það er að koma aðrir eins hlaupakikkar inn á Halldór Hermann, hann hleypur endalaust. Já. Hér kemur enga stíð á Hallgrímur heldur boltanum og með fyrirgjöf á Elvar, en Elvar nær ekki til hans. Guðjón gripur inn í, Guðjón setur hann út á Þorstein, langt sinni höfir séð Þorstein með boltan. Þorstein sjáðu hlaupi á Inga, en það hætti við sendinguna, enda 70 metra sending. Hann hefur örugglega getað það samt. Já. Hér kemur Pantano gegn Alexander og svo er það Ásgrímur gegn Hrannari. Gylfi með slaka sendingu beint út af. Gylfi hefur ekki beint komist í takt við leikinn eftir að koma inn á, enda svo sem Selfyssingar er ekki mikið með boltan. Nei. Erfitt fyrir manni svo Gylfa sem vill vera svolítið í boltanum að komast í takt við leikinn. Er þetta sturlaðar staðreyndir eða? Þetta er sturlaðar staðreyndir, Gylfi Dagur. Hrannar minnkasti. Elvar flikkar honum fram. Og Andi Pjú skallar hann átti Hafþór Þrastarson. Bjarki baráttunni Pjú, ósakett leikur Pjú upp tölvörstari, en sjáu hlaupið að Darko. Darko brunar vinstri kantinn með 2 í sér, hvað gerir hann? Hann þarf að leita tilbaka, það er Ólar Aron Pétursson með Það reyna þetta erfiða sendingu á Halldór Hermann. Hefði kannski verið öðvöldar á snúuna miði og fá hann á Elvar, færa tilbaka. Það hefði Túfan vita því að það hefði verið öðvöldara. Það hefði Sartján röglega sjálfur gert. Já. Hann var ekkert að flækja hlutina í sínu tíma. Nei. Einstaklega ósérhlífin leikmaður Túfa sín tíma. Já, flottur leikmaður. Þá er það Guðjón með markspinnuna út á Þorstein. Þetta getur hann? Já. Hann leitaði beint í öryggisnetri, Þorstein Þorsteinsson. Hallgrímur. Bjarki að taka hlaupi núna. Já, kemur Hrannar. Og Bjarki. Já, hérna hefði kannski viljað sjá boltan beint á Hrannar. Davíð, hann setur hún á Hrannar. No nonsense frá Davíð. Davíð veit hvað hann hefur Hrannar. Já, Hrannar gegn Ásgrím. Hrannar ennþá með hann. Já, missir hann. Keyrir inn í Pjú þarna eftir það. Óvilja verk. Nú vantar Hrannaróli, það er enginn Hærbakari. Já. Elvar sendi Bjarka niður í Hærbakkurinn í staðinn. Elli tekur kantinn og Hrannar sendir. Já. Svo nú kemur Þorsteinn Óli. Já. Og Bjarki er mættur og vinnur þess tekningu mjög vel gert í Bjarka. En Hrannar virðist þeirra ykkur basli þarna frammi. Aftur er Bjarki mættur og vinnur boltan. En það er Pantano og það er Ásgrímur. Ásgrímur inn á miðju, hótar skotinu eða hvað. Pantano Óli, Já. Þetta var á erfið sending. Hrannar gefur Túfa merkjum að hann sé í lagi. Heldur brjóstið að það er ákveð. Nei, Hrannar læstu niður, það er ekkert alveg í lagi. Þannig að það lent á Pjú hann á hann. Veistu það Jón, með það hann heldur brjóstið, þá vona ég hann hafi lent á Pjú og fengið höggar upp en heldur en þetta sé eitthvað alvarlegra og meira. Það er að koma skiptíka Selfoss í leiðinni. Sýnist Mokk vera frá út af. Hann er búinn að sprekka úr kantinu, Óli. Já, engin spurning. Þetta er minn maður, eða ekki? Þú þarf að koma inn á. Arnór Ingi Gíslason? Já. Þetta er ekki... Þetta er ekki Ívan og þetta er ekki Sigurður. Það hlýtur að vera hann.
Jú, þetta Arnór Ingi. Helgi það ekki lægi með Hrannar. Nei, Helgi tekur hérna púlsinn á honum. Já. En hann nú alveg, þannig að hann bara laupið mikið, hann eitthvað öðru andadráttur eða eitthvað. Helgi virðist bara segja að róa sig. Helgi, hann einstaklega öflugur í sínu starfi. Já. Hugsaði vel Hransan. Og Hrannar stendur á lappir. Já, hvað? Ívar Örn Árnason gerir sig kláran að koma inn á. Fyrir Hrannar. Það ekki fullt mikið örfendum í vörninni? Jú, þetta komið það þriðja. Já. Spurning hvort að Bjarki... Danni geti komið líka. Já, já. Og Bjarki Þór í bakvörðinn. Spurning hvort það sé að taka Kallum út að líka, Darko. Já. Darko að koma út að og Ívar Örn Árnason inn á. Og Daniel Hafsteinsson að koma inn á það fyrir Hrannar. Já, og Bjarki finnir í bakvörðinn. Já. Bjarki lítur að sækja sig að þessu. Það er aldrei gaman að byrja framlega á kantir og þau svo þetta í bakkaran. Stöður 3-1 en 1000 telasmiður hann Bjarki. Já, ótrúlegu leikmaður. Daniel að koma inn og Daniel leita minnum upp á leikmunum í talsdeildinu. Daniel búinn að vera frábær undirbúningstíðanbilinu. Já, frábær starfskraftur líka og ég vann með honum í norrlenska þessum dreng og hann gríðarlega ósérhlífinn. Frábært að vinna með svona manni eins og Daniel. Því trúi ég. Daniel kemur á kantinn þá, sem með Dóri í hólunni og Gríms á hinni kantinum. Áfram með leikinn, segir Helgi Mikael. Það kemur markspyrna frá Rækó. Low ball. Í góð spyrna á Sarjan. Sjáum að Hrannar ennþá í aðhlýningu hjá Helga út á Varman Bekkháa. Bjarki gegn Ásgrím og Bjarki gerir vel. Það vinnur þennan knott. Bjarki beint á Ólafur Aron sem við tíma. Ólafur Aron og Daniel. Daniel aftur á Aron og Aron leitar að hlaupa hérna hjá Dóra. Það eru 14 mínútur eftir að vera leiktíma. Hafþór með hann í öll til línu á Selfoss. Hafþór með hann langan. Búin að vera svolítið í þessu að leita þarna upp og Kallum búin að leysa ákveld úr þessu. Þetta góð barátta hjá Arnóri. Sjáum að Alexander rann þarna við í náttúrulega splitt eða spíkat. Það var að Pantano út á Ásgrím. Ásgrím við tilbaka á Pjú. Pjú á... Já, menn er þetta svolítið aftaróli á öllu núna. Þeir eru að lefa Selfysingum að leika sem er knöttinn. Minna hápressu, það er komið þreyta í nokkra af þessum pressu kálfum okkar. Já. Elvar búinn að gríðarlega dulur. Einhver misskilningur þarna Óli? Já, og þetta engast ég að gáða minn á stórættilegum stað. Danni tekur rólega, Bjarki ætlar að taka það. Bjarki, innkastið Elvar með tíma til að taka niður. Gerir vel, gerir mjög vel með Bjarka tilbaka og Bjarki leitar að Dóra. Góð hugsun. Hugsun, góð hjá Bjarka. Handan náðu ekki til knattarins. Hafþór. Hallgrímur í háa pressu á Þorstein og Ingi tilbaka á Hafþór. Það er allt í lagi með Selfyssingar eru bara með knöttinn þarna. Já. Við þurfum ekki að stressa okkur þegar þeir eru með eftirstu víglínu. Nei. Þorstein. Selfyssingar þeir með hverju sendingur sem hefnast þá fáum við sjálfsflugsstóli sem getur reynst vel fyrir þá að loka mínútonum. Engin spurning. Hér er Reynar stungusendingu en Davíð stígur upp og stígur inn í. Og það fær ónokkur sending frá Alexander sem endur Ingi Selfyssingar eiga. Ingi tekur það strax á Hafþór. Nú eru búin að lyfta liðina Svavar. Og þetta er Arnór. Pjúf. Þetta var svo. Konur aftalega. Pjú á Alfí og Alfí mundar hreinlega bara skotfótinn, lætur vaða á Rækó sem grípur þennan af miklu öryggi. Já, þetta var, við sjáum hérna, við Selfyssingar búin að halda boltanum lengi Óli og hérna, ég meina, þetta er allt í live færi á Alfí en skotið einfallega ekki nógu kraftmikið og Rækó ekki neinum vandræð með þetta. Elvar í barðinu í Pjú núna eftir langa boltar á Rækó. Pjú hefur betur og Elvar reyndar heldur pressun áfram. Ingi með sendingu sem er beint á Kallum.
Kallum með sending á Dóra. Dóri í baráttunni. Dóri. Já. Dóri fær brott fær út á Þorsteini sem væntanlega tekur þessa spyrnu sjálfur við þekkjum að rétt. Nei, það er Haukur og Pjú. Hafþór. Slög sendingi Hafþóri á engan. Ívar með innkastið. Ívar getur kastað líka. Hann getur kastað. Darko, þetta eru vopnum að vinstra með fyrir okkur í sumar, alveg klárlega. Það er að nýta þetta. Já, brot dæmt á Elvar. Þeir taka aukaspyrnuna strax, Pjú. Gylfi. En þá meðan að Gylfi reynir stungusendingu á Hauk. Davíð hann að stígu fyrir Ólafur Aron. Kemur hann með Alexander sem fær smá tíma núna á vellinum. Alfí eldir. Daniel hleypur kantinn. Svo á Danna. Danni gegn. Danni í fyrsta á Elvar. Frábær sendingi á Danna. Elvar óöfnir ágætt í knallarins. Daniel, þetta er sniðugur leikmaður. Já, en Hafþór virðist að hafa meitt sem er út af allar. Meittur. Og þessi er settur út af. Óvart samt. Já. Fáum að sjá þetta aftur. Adsó með boltan. Daniel flott hlaup. Það er skemmtilegt tilraunulega. Þetta dettur í hug hjá Danna. Mjög góð sending. Aðeins og framalega fyrir Elvar Árna. Það er Bjarki Þór og Halldór. Hallgrim flikkar hann minna Ella. Hafþór hins vegar tekur hann í með sér í vörðinni. Káamenn hátt upp með liði núna. Pantano. Srakel. Ólafur Aron og Davíð. Káamenn. Engan. Nei. Alexander hefur tíma. Snýr reyndar inn í selfising. En Ólafur Aron sterkur. Já, frábælega gert hjá Ólafur. Daniel út á Grímsa. Grímsi hægra með núna. Það er að pröfa Pantano. Já. Finnur Danna. Danni með Gylfa í bakkinu. Danni gegn tveimur. Það gerir Danni. Sér hann skemmtilega sending á. Ég held að það hefur verið. Ef við komum minnskilningur hann það. Alfí kom inn í eftirstu línu núna. Bjarki vinnur skallaboltan og Elli gegn Pjú. Pjú gerir vel. Notar lengt útlima sinna mjög vel hann. Það var það Arnór. Arnór beint á Grímsa. Elli bara stendur með hendur upp í rákstöðunni. Það er leikt að vera með þessari sót. Hann klukkast út að segja Danni við fyrirgjó. Þarna var Dóri. Dóri ná að stinga sig fram fyrir vardamann selfisíka hérna. Þetta var vel gert hjá Halldór og Hermanni og ágætisbolti á Danna. Má sjá þetta aftur hérna. Mjög undarlega ákvörðun í Ella sem þetta standa hafa. Elvar fyrir ykkur öðrum leikamiðinir hérna. Danni er með fína fyrirgjó og Dóri gerir vel ólega að stinga sig hérna fram fyrir vardamann. Mjög gott. Arnór pressar Kallum og þetta er brott. Eddi, hann veifa flagginu og stakki snilt þarna. Já, nákvæmlega minn hérna með þetta hreinu. Alveg á kristall. Lána með PlayStation-festleikum daginn, Öðvar, öðlingsdrengur. Vel hlaðinn. Vel hlaðinn, drengur. Já, gott. Davíð, með einu öftustu línu, sér hérna hlaup frá Danna. Elli vantar að flikkar honum eitthvað áfram. Pjú hins vegar mjög stór. Elli. Pjú lendir ítla hana, virðist með þess aðeins. Elli. Ápa bara til Ella. Já, og Bjarki. Þarna eru fljúandi tæklingar eins og að segja. Pjú, Óli, hann veitir sig. Hann er grjótharður þessi Pjú gæði. er stríðsmaður. Já. Það er maður sem tafið liðinu. Já. Davíð með sendingu beint sem fór í Gylfa á leiðum til vörðinni en Kallum fyrir þennan. Kallum með skemmtilega sendingu á Hallgrímur með góðs hugsun. Já, Ívar var hérna komin á fulla ferð upp kantinn. Í óverlappið. Óverlappið. Spilnum sér lægi með Pjú, hann kvenkar sér eitthvað. Hann biður ekki dómaranum að stoppa leikinn eða hvað. Við vonum það. Herru, Helgi rekur Ívar framar með innkasti. Þetta hef ég aldrei séð. Þannig ekki bara reka hann áfram með það. Jó, það geti verið líka. Viltu ekki tefja, en hitt er skemmtilega. Já. Ólafur Aron með tíma á boltanum, setur hann alla leið aftur heim á Rækó. Satjan Rækó, þetta er svona markmann sem þarf að snerta knöttir reglulega. Já. Til að halda sér heitum. Það er rétt. Og Elli enn einu baráttinu við Pjú og það Pjú hefur betur núna. Ég hugsa þetta sé ekki óska mótiri fyrir Elvar. Þetta er maður sem er örugglega 2 metrar á hæð. Já. Gríðarlega öflugum miðvörður. Mjög stór og stæðilegur. Elli er búinn að láta hann hafa vel fyrir Ívar. í dag. Þarna vinnur Ívar boltan skemmtilega og hann tekur óverlappið á Grímsa. Nú er Elli og Danni sem kom í hlaupið. Boltinn og Pjú skallar aftur fyrir væntanlega með andlitinu eða eitthvað. Hann heldur augað. Það var gert hjá Ívari hérna. Fýtt bolti, við sjáum þetta hérna. Káminn á hornið. Grímsi, hann fyrir óverlappið. Hugsa þessi sending á Danna, Danni er hérna í hlaupinu líka. En Selfisík að gera vel, bæja hættinu frá. Já, Káamenn stilla sínum stærstu mönnum inn í teginn. Elvar Árni, Kallum, Davíð.
Ólafur Aron í sníkjunni fyrir utan. Atso hann líka lengst fyrir utan, hann séð hvað í vendum. Hér kemur spyrnan, Pjú skalla frá. Ívar í skallabaráttunni síðan, Brítur væntanlega þarna á, já, Inga. Ingi Rafn Ingibergsson. Með langa bolta fram. Arnór, Þorsteinn. Þorsteinn tilbaka á Inga. Vel bakka á KM-unum. Þeir eru komin allir tilbaka nema 2. Þetta var gríðarlega vel gert. Hafþór. Þessi er unnin. Á Gylfa, en Gylfi missir á honum, Alexander. Ólafur Aron er laus og Alexander tekur innkastið bara í staðinn. Alltaf gott að eiga gott innkast. Engin spurning. Þá kemur Bjarki Þór Viðarsson á vettvang. Víst við að garýta þessum í leik. Bjarki fram á Elvar. Elvar nikkar honum fram hjá Pjú. Og þetta setur Pantano eða Hafþóri sá ekki hvort upp í. Þetta var Pantano. Þetta var Pantano vinur minn. Pantano Mobay. Það var Bjarki aftur. Bjarki strax á Atsó. Elvar. Skemmtilegur snúningur hella hana. Fær innkastið. En eru svolítið að setla á innkastin. Já. Bjarki þurrkar blautan boltan. Finnur Grímsa, það er glemt. Alveg opinn, haldjum var. Já. Andi Pjú skýlir honum út af. Markspinna. Markspinna á markið Selfyssinga. Guðjón tekur þetta bara sjálfur. Hann hefur fengið einhver aðhringi hálfleika Óli, það er nokkuð víst. Hver? Guðjón, hann hefur verið að spyrna í seinni hálfleik. Já. Hann er farið meðferð. Já. Með í ferð. Tefla 5 mínútur eftir að venjuleik tíma pluss upp á tími. Guðjón með feik skot þarna. Tími vinnum okkar KM-unum. Já. Ólafur Aron í baráttunni. Haukur gerir vel, Alfí setur inn á Arnór en þetta er beint á Kallum. Já. Kallum út á Ívar og Ívar fær á sig pressi frá Inga. Ívar rennur. Frábær pressa á Inga þarna. Tekur alveg Ívar á sambandi. Alfí með skemmtilega volley hérna. Já. Fyrir hvort að Ásgrímur á að halda þessum inn á. Nei. Þessi verður flottur inn að við leiði inn Óli. En þetta var svolítið bjart í skot hjá honum. Já. En eru nokkri flotti leikmennir í Selfossliði. Alfí mjög flottur, Pjú mjög flottur. Þorsteinn. Þorsteinn búinn að vera flottur í dag. Já, við sjáum hérna K.A. er búinn að eiga 23 marktilraunir á móti 7 hjá Selfyssingum. Það er að hafa 10 rata á ramman hjá okkar mönnum og 3 hjá Selfyssingum. Við erum búinn að töluvert betri í þessum leikóli, það er ekki spurning held ég. Já. Höfðum völdu á leiktum alveg fram að markinu og það kom svona gangi í leiksins. En Selfyssingar samt, þeir hafa alveg sótt hratt og hættulega á köflum. Þeir hafa bitið frá sér. Alexander í skemmtilega rennitæklingu þarna. Það er eins og áðan. Já. Nú er það Hallgrímur gegn Þorsteini, hann hefur betur. Nú er það tveirinn í tegnum. Halldór og Danni. Grímsi út á Ívar sem að með skot en Alexander tekur seinni boltan. Finnur Grímsa sem finnur Ívar. Frábærlega gert. Já, og Ívar í fyrirgefastöðu. Þessi er ekki aftur fyrir, heldur bara alveg yfir á fjær. Það er Ólafur Aron í pressun á Ásgrím. Ásgrímur snýr hann af sér og kemur hún út í leik á Alfí. Alfí gegn Bjarka með Dóra í bakkinu. Alfí kemur honum á Gylfa. Gylfi yfir á Þorsteinn. Öryggisnet Selfyssinga. Og Gylfi. Eru 4 sem kalla eftir boltanum. Allir með Hafþór en Hafþór fær hann. Hafþór setur hann yfir á Pjú. Pjú kemur yfir miðið með boltan. Veit ekki alveg hvað hann ætlar að gera. Setur hann tilbaka á Hafþór. Eins og Jón bróðir sagði á hann, tími vinnum á KM-unum. Já, engin spurning. Leikur svolítið búinn að detta niður eftir 3. mark KM-mann að KM-menn hafa ekki pressað einn stíft og leitt Selfyssingar svolítið að halda boltanum bara á þess að skapist heilandi hætta við mark okkar. Þetta er Arnór, baráttunum við Alexander. Alexander búinn að vera duglegur í leiknum. Danni vinnur þessa sendingu, nú er Danni sloppinn í gegn. Þetta vinnur þessa sendi. Guð, fljóttu Danni og hann skorar! Gert Daniel Hafsteinsson. Þetta er ofta fyrir dýrkana gæja. Já, þetta var Þetta gerir Arnór Ingi sem sekar hann gríðarlega mikil mistök. Já. Þetta er slög sending tilbaka sem Daniel vann og bara, já, frábærlega gert. Það er history sem menn segja. Daniel las þetta eins og lestrarbók. Það er einstaklega vel læs, mammas kennari. Frábærlega gert þetta Daniel. Þannig öskufljótur Sigurli, Hafþór nær honum ekki. Og klárar þetta öryggi. Sendir Guðjón í vitlaust horn.
Frábærlega gert. 4-1 fyrir Káa. Þetta lítur að vera höggið sem að klára Selfyssinga. Náðarhöggið. Náðarhöggið svo kallega. Það er að Pjú yfir að Hafþór. Hafþór með slaka sendingu til vörðinu og þetta er Grímsi en hann lendir þarna á. Það er vel gert þarna. Hafþór með sendingu í hælinn á Haug og þá stöðtar að ná við þennan. Hallgrímur, hann er ennþá hlaupandi. Já, já. 40 mínúta 4-1 yfir. Hann er ennþá að reyna að vinna boltann í Hábrísu. Engin spurning, gríðlega duglegur í dag, Grímsi. Það er Pjú gegn Elvari og Elli rennu völlurinn ennþá rennandi blautur sínist mér. Pjú meðan skiptir yfir á Þorstein. Það var það Ingi gegn Ívari, Ívar vinnur boltan og setur hann út í innkast. Og þetta innkast er á Arnór og Ívar setur hann í horn. Hornspyrna sem Selfyssingar eiga. Já. Pjú á leiðinu fram. Þeir eru ekki hættir. Ekki við spyrnan og Pjú á fjárstönginni og þetta skallar Ívar í horn. Sennilega á leiðinni fram hjá boltinn en... Jú, við fáum að sjá þetta aftur hérna. Þetta er taka hornið stutt, ekki í fyrst skriti á Selfyssingum. Krossin fyrir og Pjú hérna stærri og já, leiðinu fram hjá hann. Engin sensar teknir. Það er önnur hornspyrna. 90-08. Kemur spyrnan og þetta er beint á Rækó. Beint á Rækóvić. Hallgrímur séu, hann vill meira. Þrái meira. Rækó tekur sér tími í þetta. Þetta er spurning hvað þessi mörgum mínútur bætt við. Það smá þarna þegar Hrannar fekk aðleiningu og... Tölvöld af skiptingum, ég get alveg trúið 4 mínútum. Já, 3-4. Helga Mikael. Já, hann heitir Helgi Mikael. Það er ekki Halldór Mikael? Helgi Mikael sagði núna. Ég ætla að vera að tala um... Dóra Málingur? Já. Nei, Mike the Painter. Mike the Painter. Ívar. Ég get alveg trúið þessi sigurúli, þetta sé bara að gera ferðina fyrir þekkaðan á Spáni. Engin spurning. Já, þetta gefur mikið innblástur í loka dagana og... Já, það er ekkert gaman á Spáni nema að vera að horfa á Káa. Nei. Eins og Tenerife. Tenerife, já. Já, þar sem önnur mikil Káa fjölskylda er við stífar æfingarstæðana. Þýðir ekkert annað. Þetta er Pjú með langan bolta. Skemmtilega tekið á mótið en Ívar er bara eins og... Hann er svo vekkur þarna, hann spyrnir öllu frá sér. Frábær leikmaður Ívar. Kemur skiptingin yfir til vinstri, hún er ónákvæm og fer í áhorfandarskaran. Leittist einhver? Og hann ekki. Hann var lengi á leiðinni boltinn maður. Þetta var beint í Írisi, hann selva saman. Nei. Eða eitthvað barn allavega hana. Já. Við vonum að sé í lagi. Þetta herði það. Ívar með knottinn. Já. Hörðu. Þetta er leiðilegt að sjá Óli. Já, þetta er mjög leiðilegt að sjá. 90 og önnur mínúti, þetta er alveg... Guðmann Þórisson að hann er staðinn að fættur, hann er... Sannur fyrirlið. Þetta er Ívar sem liggur. Ég sá nú ekki alveg hver þetta var sem tæklaði hann, var þetta leikmann nr. 10, eða ekki? Ingibergsson sínir þeir. Algjör óþarfi í stöðunni 4-1 á 90 og annari mínútu. Nú vona þetta sé ekki alvarlegt. Vonum að Íbbi sé í lagi. Já, fáum að sjá þetta aftur hérna. Sjáum hérna, hann er búinn að spyrna knettinum og kemur hann bara einfallega í tæklinguna. Þetta er eins og ég segi, þetta er algjör óþarfi. Já. Þetta eru Káamenn ekki sáttir á bekknum, þetta er liðsheldin Óli. En Ívar stendur upp, stendur á fætur. Það er grjótarður, þetta er svona Árna Freysta sem við kemum að því sko. Grjótarður. Það er svolítið mikið til að meða svona menn. Já. Eins og segi, þú ferð ekkert á vegginn sko. Nei. Ívar sko, hann neitar að fara út af mér þess að. Er það eitthvað nýr regla? Áflautar Helgi til leikslokka. Það verður ekkert að bæta við á miklu. Nei. Sterkur sigur Káamenn Óli, það þýðir að leikur á skírdag. Það er leikur á skírdag, hann er væntanlega eftir klukkan 19:15 sínum við mér. Já, og hann er væntanlega klukkan 2 með þessum. Frábær Á tímasetning. Káa-vellinum vonandi, ef að veður leyfir, það kemur góð auglýsing á Káa síðan á morgun. Við fáum að fara yfir mörkin hjá Gústaf. Gústaf Gæðarstjóra, hér er fyrsta mark Selfyssinga. Þeir komist í 1-0. Komist yfir á 41. mínútu og vítaspyrnu.
Alfí setti það eftir að Kallu fekk enda sig réttilega vítaspyrnu fyrir hendi. Svo eru jöfnunarmark okkar kámanna. Gríðarleg barátta þarna í Elfari Árna. Snýr á 4 leikmenn Selfyssinga. Fyrirgjöfun góð. Hallgrímur skoti stöng og Almar eftirleikurinn auðvöldu fyrir Almar Ormarsson. Það strax 6 mínútur seinna. Sér Ólafur Aron, það sem við sáum hér upp í blaðamannatúku. Elfari Árna einan á Auðunsjó. Og svo er það lokamarkið okkar, Trínisið vel unnið. Grímsi snýr á 2, skýtur. Já, það er rétt. Við skorum við svífumarkið sem leikmáli. Það er minn maður Daniel Hafsteinsson sem gerir gríðarlega vel hérna. Annað til nóg eftir. Ég, Jón Heiðar Sig, bróður minn, Ágúst Stefánsson og Andri Freyr Björgvinsson. Frendi. Þakka kærlega frændi okkar, tilvonandi. Við viljum þakka kærlega fyrir okkur í dag. KA TV mun að öllu líkindum sína beint frá leiknum á skírdag. Þangað til þá, í bili. Takk fyrir.